Gott kvöld, það Rauða borðið sem tekur hér við mánudaginn 27. apríl á samstöðinni. Ég heiti María Lilja og ætla að vera með ykkur hér ásamt samstarfsfólki mínu og góðum gestum að halda uppi samtalinu í kvöld eins og öll kvöld. Við endum þátt hér á rödd ársins en það Halldóra Ósk Helgadóttir söngkona sem ræðir töfra tónlistarinnar við feðginin Sólbjörnsdóttur og Björn Þorláksson. Þar á undan kemur Matilda Gregorsdóttir og kennir landsmönnum að virkja kynorkuna og opna fyrir möguleika víddina í samtali við Ásdísi Olsen. Valur Gunnarsson kemur, hann rithöfundur og sagnfræðingur og hann leggur hér spilin á borðið með Birni Þorláksinni og hann segir frá því hvernig að fá sjaldan ritlun og þau séu vel byggð á geðþótta. En við byrjum á sveitarstjórnarkosningum. Ég fæ til mín fulltrúa Samfylkingarinnar að þessu sinni. Þau Regínu Ásvaldsdóttur, Pétur Marteinsson og Steinunni Gyðu og Guðjónsdóttur og ætla þau að leiða okkur í allan sannleika það hvað Samfylkingin stendur fyrir hér í borginni. Þannig að nóg að vera hér við borðið í kvöld. Spennu beltin, nokkrar auglýsingar og svo það sveitarstjórnarkosningar. Þakklæti kraftaverkameðal. Maður losna við eitt almesta heimsins böl sem sjálfsvorkunn þegar maður sér það í raun og veru hvað maður er gott og það er alltaf eitthvað sem maður getur þakkað fyrir. Ég heiti Þorkell Máni Pétursson og ég trúi á þakklæti. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hingað ég komið fulltrúa Samfylkingarinnar en við höldum áfram að þjónusta okkar áhorfendur og hlustendur með málefnunum, ekki bara þessu típiska rifrildi, nokkur svona tiltekin málefni. Við viljum bara fá að vita allt frambóðin. Hingað komin Regína Ásvaldsdóttir, Pétur Marteinsson og Steinunn Gyðu og Guðjónsdóttir. Verið velkomin. Takk fyrir. Takk. Kannski bara byrjum á byrjuninni, hver í ósköpunum þið og hvað það að gera fyrir Reykvíkinga? Já, vil ekki Oddvitin byrja? Mér finnst það ekki, dömuna fyrst. Já, Við förum ekki að rífast núna samt. Nei, það alveg hellingur sem að við viljum gera fyrir Reykvíkinga. Og það verið hluti af svona breytingarafli í flokknum og það mjög margt sem hefur verið velgert á síðustu árum en Samfylkingin einhvern veginn hún svona hefur sýnt þá ábyrgð að svara fyrir líka aðra þætti sem að fólk ekki eins ánægt með og það auðvitað bara kostur að stjórnmálaflokkur hlaupist ekki á brott þegar á móti blæs en við erum að horfa fyrst og fremst á börnin, það alveg númer 1, 2 og 3 og þá erum við bæði ætlum að setja mjög mikla áherslu á leikskólamálin, algjört svona setja mun meiri fjármagn og einhvern veginn setja það í algjöran fókus. Við erum líka að horfa á grunnskólan, við erum líka að horfa á börn sem þurfa stuðning, að stuðningurinn sé veittur inni í skólanum, sé nær vettvangi að því að kennarar eru búin að tala þetta lengi, að þeim finnst ákveðin fjarlægð á milli sín og síðan ráðgjafana sem að koma frá þjónustumiðstöðunum og þær eru frábært bakland en við viljum sjá svona einhvern veginn að fólk geti sem sagt að það sé hægt á meiri stuðning inn í skólanum sjálfum. Þetta svona, kannski líka beinast við að spyrja af hverju gerir þetta ekki strax? Þú veist, kennarar eru búin að tala þetta lengi, Samfylkingin hefur nú verið í borgarstjórn vissulega mjög lengi. Af hverju núna? Sko, við setjum þetta í samhengi. Þá var það Samfylkingin, reyndar R-listin undir stjórn Ingibjargar Sólrúnar sem bjóð til leikskólakerfið eins og við þekkjum í dag. Og önnur lönd horfa til Íslands með öfundur augum hvernig leikskólakerfið Við höfum lent í smá áföllum. Okkur hefur aldrei fjölgað eins mikið. Það búið að vera rosalega áhersla á skipulagsmál og húsnæðismál. Okkur hefur fjölgað töluvert meira heldur en heilt Akureyri.
á síðustu 15 árum. 27.000 manns á síðustu 15 árum. Þannig að það hefur verið litið ála á kerfið. Svo kannski allt í lagi að setja líka í samhengi að hér hafa verið litið áföll. Alveg frá bankarhruninu og síðan COVID og við höfum í rauninu bara klikkað á viðhaldi á leikskólabyggingunum sem gerði það verkum að það þurfti að loka nokkrum leikskólabyggingum og þá byrjaði svona snjóboltinn að rúlla. Við höfum líka verið að glíma við manneklu og það ekki síst eftir að vinnuvikan var stytt í 36 tíma meðan leikskólinn áfram 42 tímar og starfsfólki okkar í leikskólanum unnu nánast myrkran á milli. Það var rosa álag á kerfinu, veikindi jukust. Þannig að ég tek undir með Reykjunu að við erum að setja fókus á þetta. Meðan fókusin hefur verið á skipulagsmál og bílastæði og samgöngusáttmála hefur bara talað um þetta í mjög langan tíma. Þá erum við núna að fara að leggja meiri áherslu á fólkið og þá byrjum við bara á börnunum. Það svo mikilvægt að grípa þessi börn. Við erum líka að hafa í huga að svona, við erum aðeins að breytast sem þjóð. Við erum á fjölbreyttari, það skemmtilegra að vera í Reykjavík núna heldur en var þegar við erum alast upp. En það eru líka ákveðnar áskoranir. Það fullt af krökkum sem ekki með íslenskt móðumál í leikskólanum og í grunnskólanum og við ætlum að koma þarna inn og stórefla íslensku kennslu fyrir krakka erlendu bergi brotið. Það held ég sé mjög mikilvægt. Ég bjó lengi í Svíþjóð og maður sér þegar innflytjendur eru aðeins afskekktir oft í úthverfum. Það verður bara stór munur og það ekki gott og við höfum eitthvað glugga núna sem við verðum bara að nýta og það ætlum við svo sannlega að gera. Sko, það talað þú talar miklaðar byggingar, það oft talað að þetta hafi jafnvel gerst í kjölfarið af svona útvistunverkefna, sem sagt þá inn í einkageirann, með þrif, húsvarsla og annað slíkt, hafi einhvern veginn farið úr höndum þeirra sem höfðu þekkinguna á byggingunum og í hendurnar á einhverju sem jafnvel fengu lægri laun, voru og eru kannski minna meðvitaður hvað húsbyggingar þurfa. Það þarf að lofta út, við vitum það öll sem búum í húsi einhvern veginn og höfum alist upp á Íslandi að húsin okkar mega ekki við raka. Þetta eitthvað svona sem að samfylkingin samt var svona og stóð svo lítið fyrir þessar útvistani verkefna. Þetta eitthvað svona sem að þið sjáuð fyrir ykkur að taka tilbaka jafnvel eða breyta með einhverjum hætti? Sko ég veit nú ekki alveg hvort það hægt endilega að segja að viðhald leikskólahúsnæðis hafi algjörlega blætt fyrir þetta. Það var náttúrulega augljóslega tekin pólitísk ákvörðun eftir hrun að hætta í viðhaldi og ég meina þetta var bara staðfest núna í hlaðvarpi á dögunum að 2 borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem sátu á þeim tíma. Það sögðu bara að það voru ekki til peningar og þetta var forgangsröðun. Hún var sett í grunnþjónustuna til að halda áfram að þjónusta fólk og viðhald bygginga beið. Og við erum ennþá að súpa seyðið af þessu. Það eru auðvitað liðin 17 ár frá hruni en þetta bara tekur svona tíma vegna þess að viðhald bygginga stórt mál sem að má í rauninni greinilega ekki falla niður einhver tíma vegna þess að þá lendir maður í vandræðum. Varðandi húsvörsluna, það hefur staðið til hjá okkur og var partur núna af verkefnum sem voru kynnt fyrir 2 mánuðum að setja aftur inn húsverði í leikskólana út af því að það náttúrulega ótækt að það þurfa alltaf að panta smið í hvers sem þarf að skipta ljósaperu. Það bara vitleysa sem við sjáum og allir hljóta að sjá og þannig að það eðlilegt. En varðandi viðhaldi, það líka bara, nú þarf aftur að setja pólitíska áherslu og fjármagn í það að klára þetta viðhald og á sama tíma og við þurfum að byggja öll þessi nýju hús fyrir allt þetta nýja fólk sem hefur flutt í borgina. Þá ég að tala leikskólahúsnæði fyrir þá nýju hverfin þar sem okkur að fjölga. Og þá bara spurningin, hvar ætlið þið að finna þessa peninga? Já, við auðvitað þá búið að setja inn í 5 ára áætlun ákveði fjármagn fyrir í uppbyggingu á leikskólum og það einhverju 5,2 milljarðar í dag og við setjum 7,5 milljarða inn í þetta. Það auðvitað hækkunum 2,3 á ári og þannig að við teljum að við getum það en það auðvitað markviss forgangsröðun og mér langar svolítið að koma kannski aftur að akkur gerðu ekki eitthvað fyrir tilteknum árum
hafandi verið stjórnandi hjá sveitarfélögum og í þessum málaflokkum, að þá það þannig að athyglisspönnin auðvitað bara eitthvað ákveðið. Við viljum gera allt fyrir alla. En það þannig að við verðum að hafa fókus á mikilvægustu málunum. Núna segjum við að mikilvægastu málin séu leikskólar og þá verður bara annað að bíða og við erum alveg reiðubúin til þess að hægja þá á einhverju öðru á móti því að setja inn fjármagn inn í leikskólana. Það bara leggja til að þú veist, þetta ekki bara húsnæði, þetta ekki bara viðhald á húsnæði og bygging á nýjum leikskólum, heldur ætlum við líka að setja meira fjármagn inn í leikskóluna fyrir mönnun á leikskólunum. Við teljum að það muni skila sér tilbaka. Þetta veru 600 milljónir á ári út kjörtímabilið bæði fyrir leikskóla og grunnskóla. Þannig að þetta svona, réttrúmlega % af launakostnaði Reykjavíkur og það geti skilað sér tilbaka bara með minni veikindum. Það svo mikið álag. Það nánast svona, innbyggt inn í kerfið einhver kulnun. Það svo mikið álag og þetta ofta á kvennastéttum. Það hvað sem félags eða sálfræðingar eða félagsráðgjafar. Við vorum á fundum daginn sem voru bara að lýsa því að það svo mikið álag og það kerfislegt álag. Þannig að við viljum koma í veg fyrir þetta og teljum að börnin og sérlagi þessi nýju krakkar okkar sem eru komin til að vera, að þeim munu vegna betur í kjölfarið. En þú segir komið til að vera, það líka, auðvitað, að því að við erum stækkað þess samfélag, það mikið af fólki sem kemur hérna í styttri tíma og þau eru auðvitað með alls konar þarfir sumir með fjölskyldu, önnur ekki. Þetta svona hópur sem hefur orðið svolítið út undan í umræðinu og þetta fólk sem að vinna í túrismannum og kemur hérna kannski 1 til 2 ár eða skemur, 6 mánuði, eitthvað svo leiðis. En það þarf sannarlega að nota þjónustuna. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að hlúa að þessum hópi? Ég sé ekki alveg, auðvitað þurfa að nota heilbrigðisþjónustuna og það þá heilsugæslan eða Landspítalinn sem að væru. En þau eða þú veist að tala svona dæmigjart fólk sem ætlar að vera í styttri tíma, í ferðabransanum, þá þau oft ekki með börn með sér. Þannig en ef að þau eru með börn með sér, þá þurfum við að sinna þeim eins og öðrum börnum. En þetta meira svona fólk sem kannski yngra og kemur hérna í leita að ævintýrum. Þannig að við höfum ekki kannski beinleinis fundið fyrir þrýstingi hjá þessum hópi nema náttúrulega húsnæðisþrýstingi. Svo það húsnæðismálin og þetta stór hópur sem að sækir á leigumarkaði og við sem erum á leigumarkaði, við finnum vel fyrir því að það hefur margt breyst í borginni hvað þetta varðar. Það erfitt að finna húsnæði sem hendar sérstaklega maður með barn og þarf fast heimili, leiga há og þar fram til götunum. Stendur til hjá ykkur til dæmis eitthvað eins og leiguþak, það eitthvað sem að Reykjavíkurborg geti hugsað sér að vera með eitthvað svona frumkvæði að? Það náttúrulega gert kannski hjá hinu opinbera en með þrýstingi. Núna búum við svo vel að vera með samfylkinguna í ríkisstjórn. Akkurat. Og þetta hefur komið til tals og þetta hefur verið rætt. Að þessum hópi, nú hef ég verið í veitingabransanum, verið aðeins hinum með við borðið og það svolítið áhugavert bara hvernig þau nýta Reykjavík og húsnæðismál eru oft rætt meðal þessa fólks og þau búa oft saman en ég verð bara að fá að taka það fram, þau nýta borgina einhvern veginn allt öðru sér heldur en við, þau eru svo flink að nota bara þessi opnu svæði og þau fara á Klambratún eða á Ægisíðuna og eru bara að norpast í einhverjum úlpum og með teppi og fá sér hvítvin þegar við erum bara inn og horfa á Netflix. Þannig að það gaman að mér fundist þetta fólk sem ætla kannski að vera í 1-2 ár að vinna, þau ílengjast aðeins lengur þeim bara líður vel hérna. Ég held að við séum að taka alveg sæmilega vel á móti þessu fólki en húsnæðismálin náttúrulega stórt, vandamál eða heilmikil áskorun og við erum svona jójó samfélag. Að eina stundina talað að sé gríðarlegur skortur og lóðum frá Reykjavíkurborg
og núna bara allt og margar íbúður til sölu. Og það náttúrulega bara vaxtastigið hjá okkur og þessi blessaða króna sem hefur þetta að verkum, eða gerir þetta verkum. Og það, núna að samfélagið aðeins mögulega að skiptast í 2 hópa. Ungt fólk sem að kaupa sinni fyrstu íbúð, sem voru held ég 30% af þeim sem keyptu íbúðir fyrir voru fyrstu kaupendur, en þau að sammerta öll eiga foreldrar sem geta hjálpað með eigið fé. Hinn geta það ekki. Og við viljum sem jafnaðarmannahreyfing koma eða sporna við þessari þróun. Þessi þróun hefur verið að gerast víða í kringum okkur, meiri sé í Stokkólmi, sósíaldemokratiska landinu Stokkólmi, þá hefur verið að engavæða skóla og leikskóla og það að verða meira tvöfalt kerfi þar. Kerfið búið til þess að þessi jafnaðarmanna kerfi, þessi jafnaðarmanna stefna sem hefur búið til þessi skandinavísku samfélög hefur sýnt fram á það að það eru bestu samfélög sem hafa verið búin til. Það aðeins að rökta í stoðum jafnaðarmennskunar og við verðum að standa vörð það. Ég vil líka bara bæta við að þessi stefna sem að samfylkingin hefur haft á undanförnum árum óhagnaðardrifna uppbyggingu húsnæðis hefur skilað mjög miklu og mjög mikilvæg. Á Íslandi hefur alltaf verið mjög óheilbrigður leigumarkaður og þessi stuðningur sem að samfylkingin hefur sýnt við óhagnaðardrifna uppbyggingu að búa til vísina því að hér verði til heilbrigðari leigumarkaður, að hér verði leiguhúsnæði sem að fólk hefur efni á og það getur leigt til lengri tíma því öruggt heimili, það þetta alltaf grundvöllur allar velferðar. Það grundvöllurinn fyrir því að maður geti verið örugur það að börnin manns gangi í sama skólan áfram. Það grundvöllurinn fyrir því að maður þarf að fara einhverja sjálfsvinnu. Maður gerir það ekki ef maður í húsnæðisóöryggi. Það grundvöllurinn fyrir því að geta farið að mennta sig. Og þannig að þetta ótrúlega mikilvægt og við verðum að halda þessu áfram og það þetta flokkar í framboði núna sem hafa engan áhuga á þessu og vilja að gera þetta allt öðru og bara með séreignarstefnuna alla leið og þannig að við verðum að standa vörð þetta. Það mjög margar fjölskyldur sem að bíða eftir leiguhúsnæði á vegum óhagnaðardrifnu félagana sem hefur fjölgað á þessum biðlistum, þannig að það augljóslega þörf á þessu. Þú veist, það að vera einstætt foreldri sem alltaf að flytja úr hverfi og þú veist, í næsta hverfi og næsta hverfi, þú veist, það ekki örugt og það engin velferð sem fólkin í því. Þannig að þess vegna þetta bara svona algjört lykilmál hjá okkur að halda áfram að styðja þennan heilbrigða leigumarkað. Og það þetta bæði með því að styðja eins og leigufélög verkalýðshreyfingarnar sem byggja upp til dæmis fyrir þessa fjölskyldu sem ég að lýsa hér, en það líka stuðningur við það að byggja upp námsmannaíbúðir. Það stuðningur við að byggja upp húsnæði fyrir eldra fólk og fyrir fatlað fólk og þú veist þannig að þetta fjölbreytt húsnæði sem að svarar ólíkum þörfum og þetta bara mjög mikilvægt til þess að við séum með heilbreytt samfélag. Sammála því. Það fyrir aðeins gustað samfylkinguna núna. Þannig að ég má til með að spyrja með þið eigið sitjandi borgarstjóra. Hún situr ekki hér. Óeining í hópnum? Alls ekki. Nei. Það hún náttúrulega borgarstjóri. Það brjóðlega að gera. Mér skilst að svolítið að gera hjá borgarstjóra. Það verður að segjast eins og hún náttúrulega kannski ekki geta tekið þátt eins og við hinn í vinnunni sem við verið að vinna núna síðustu vikur, en algjörlega með okkur í liði og við með henni í liði. Og ég verð nú að segja eins og að mér hefur fundist hún hafa staðið sig og þessi meirihluti núna bara staðið sig býsna vel. Enda bara mjög vel. Það sem þau hafa verið að gera upp á síðkastið og það sem þau hafa verið að kynna bara akkúrat sama stefna og við erum með. Hvort sem það lítur að þessum leigufélögum sem við erum að tala um og sem óhagnaðardrifnu húsnæðisfélögum eða bara hollari og betri matur í skóla. Þú veist, allt þetta gagnrýnt af minnihlutanum en við erum bara mjög fylgjandi stefnu, heiðu og þessa góðu fólks, þessa góðu kvenna sem eru að stjórna. Akkurat. Talandi salta matvöru í skólum, það var þetta mál sem varð svona, þetta sprakk eitthvað í loft upp, það var bara ákveðnir aðilar sem kannski gerðu þetta svona svolítið miklu máli, en það umræðan hefur svona tendensi að polariserast. Þetta varð, þá vikuna, rosalega stórt mál, allir töluðu þetta. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur, ég veit að þið eruð ekki að fara að salta mat skólabarna, en
þið getið kannski gert líka aðeins betur við skólabörna því að það hefur verið kvartað undan skólamat. Þetta einn af þeim þjónustum sem var útvistað og hefur verið erfitt að fylgjast með að sé hérna rétt fylgt eftir. Eitthvað svona sérstakt sem svona þið búið í þessum efnum? Ég held að matarstefnan einmitt til þess ætluð að vera með aðhald gagnvart þeim sem að selja okkur matinn. Og það svona grundvallar atriði vegna þess að auðvitað segja margir en gátu ekki bara verið með tilmæli eða leiðbeiningar eða eitthvað slíkt. En við erum núna að setja fram með sterkum hætti. Þetta ekki matur sem við viljum vera að kaupa í miklu mæli og viljum og gerum kröfum að maturinn sé hollari. Það eiginlega, ástæðan fyrir því að við förum í þetta. Já, og við höfum auðvitað líka stutt við fríar skólamáltíðir fyrir öll börn og það var stefnumál Samfylkingarinnar og við höfum stutt það. Og það meðal annars vegna þess að það eru börn sem fá ekki hollan mat eða jafnvel fá lítinn eða engan mat. Og þá skiptir það okkur höfumáli að sú máltíð sem að börn að fá í skólanum sé raunverulega holl og góð og veitið þeim það sem þau þurfa til þess að vaxa og eflast. Þannig að það er mjög eðlilegt að borgin seti sér stefnu heilnæmar máltíðir sem eru í boði á vegum borgarinnar og biðji þá sem við erum að kaupa matinn af að framfylgja þeirri stefnu. Mér finnst það bara mjög eðlilegt og skynsamlegt. Við erum með svona miðlæg eldhús og það verið að búa til 30.000 matarskamt á dag. Þetta náttúrulega aðalega leikskólarnir og grunnskólarnir og fyrir eldra fólk. Og þegar foreldrar fara að segja, það allt of mikið að gjörunnum kjötvörum sem bara hefur verið sýnt fram á og getur verið krabbameinsvaldandi og ekki holl og góð fyrir börnin okkar, ég hef ekki gera eitthvað í þessu. Og þegar matarstefnan kemur frá Reykjavíkurborg að þetta skildi vera gagnrýnt, þótti mér bara ótrúlega bara makalust. Ég trúði ekki að þetta því. Ég veit ekki, ég hló, ég hugsaði bara allt nú reynt. Viltu ekki þessi hollu matur? En þá kom eitthvað svona að fáðu ekki slátur, jú. Fáðu aldrei bjúg. Já, fáðu ekki reykt hrossabjúg í matinn. Svo er mér fannst þetta mjög skrítið, Þér frjálst að senda börnin þín með nesti í skólan, ef þú veist að þau séu með gjöruna kjötvöru. Akkurat, svo máttu vera með mat á kvöldin, en þetta í sumum tilfellum, eins og Steinunn segir, þá þetta holla máltíðin sem sum börn fá og það bara staðreynd. En við liggjum auðvitað vel við höggi. Það svo auðvelt að gera grín að þessu. Það svo auðvelt að fara í pulsubúninginn og allt þetta. En þannig að, já. Gagnrýna góða fólkið. Já, það var alveg. Þetta einmitt svona, eðli þessara polariseringar í umræðinni og þetta kannski það sem að, fannst mér mikilvægt að fá fulltrúna bara saman, ekki bara svona oddvita að rífast og einfaldlega vegna þess að okkar hlustundur og áhorfundur hafa talað einmitt það vantar svo litið upp á að bara, fólk fái að vita nákvæmlega hvernig á ég að kjósa, hvern get ég, hvar finn ég eitthvað sammert með þeim sem eru í framboði. Og núna þetta að spilast aðeins upp, það eru svona skýra línur, hægri flokkarnir, þessir 3-4 hægri flokkar sem að tala á allt öðrum nótum og það er sérstakt að það er verið að tala að það þurfi að spara rosalega mikið í rekstrinum og það þurfi að leggja niður hitt og þetta og fólk jafnvel búið að vera í 8 ár í borgarstjórn og ætti að vera með ágætlega svona yfirsýn hvar ætti að skera niður en þau nefna mannréttindaskrifstofuna, það er að leggja niður mannréttindaskrifstofuna og mér finnst þetta eitthvað svo sérstakt, það eru 7 mann sem vinna hjá mannréttindaskrifstofu og þau eru að sjá mjög svona viðkvæm mál, inngildingu innflytjenda, aðgengi fatlaðra og heimilisofbeldi, þetta mjög svona viðkvæm mál og það eitthvað svona stór sögn í því að þegar mannréttindi eigendur högg að sækja allstaðir í heiminum að það fyrst á eina konkrét dæmi sem að heyrir að leggja niður þessa skrifstofu. Mér finnst það svolítið sérstakt og þarna svona skýr lína dregin í sandinn, að þarna eru þau og svo eru við eitthvað annar staðar. Þetta nefnilega svo litið þannig. Nú borgin það ekkert sjálfgefið að borgarstjórnin, hún sé rekin svona eins og Alþingi, það sé meirihluti og minnihluti. Það getur allir unnið saman og ætti að geta það. Þetta svo litið, við erum að kjósa okkur fulltrú og þeim raðast inn eftir einhverjum ákveðnum formúlum, en svo svona í ideal heimi þá ættu
bara allir sem eru í borgarstjórn, hvort sem þeir eru í meiri hlutanum eða minni hlutanum, ættu að vinna svo litið saman sem eigin heild. Þetta hefur ekki verið svona, ekki í svo litinn tíma. Er eitthvað sem að þið sjáu fyrir ykkur að væri hægt að gera betur, bara einfallega til þess að, ég veit ekki, koma málunum frekar að, búið til einhvers konar málamiðlanir? Þetta snýst náttúrulega oft oddvita minnihlutans. Svo lengi sem að oddviti meirihlutans með opinn faðminn, að þá snýst þetta svolítið hvernig vill oddviti minnihlutans vinna með, bara áhersla á að ná sætinu eftir 4 ár, eða fólk tilbúið að vinna með í svona mikilvægum málum. Og ég hef reynslu í minni sveitafélögum, hef verið bæjarstjóri bæði í Mosfellsbæ og á Akranesi, og þar hefur náðst gríðarleg samstaða erfið og stór mál, og það er tvennt ólíkt þegar að næst samstaða mál sem eru mikilvæg fyrir bæinn, og það eru mörg mál sem eru mikilvæg fyrir Reykvíkinga sem mér finnst alveg ótrúlegt að það sé hægt að gera ágreining Við þekkjum það frá hruninu að þá var Hanna Birna borgarstjóri þegar hrunið var, og hún og Dagur þau bundust fastmælum að bara vinna saman í gegnum þetta tímabil, og þannig var það að meiri og minnihluti stóðu á bakvið svona helstu tillögur hvar við áttum hvaða þjónustu við ætluðum að vernda, hvaða þjónusta gat beðið og svo framvegis. Þannig að þetta til, og í mínum draumaheimi að þá vil ég miklu frekar vinna í þannig pólitík, í þannig pólitísku umhverfi að við séum að ræða og vinna með það sem sameinar okkur, en séum ekki í þessari stöðugu sundrungu. Ég held að mörguleiti þá borgin bæði í dag og hefur verið rekin dálítið svona. Þú veist, það ég hugsa 80% málum fari gegnum borgarstjórn og borgarráð, þannig að fólk sé svona meira og minna sammála. En svo náttúrulega bara hugmyndafræðilegu munur. Þú veist, það eru núna, þú veist, maður sér bara í samgöngumálum og kannski skólamálum, þú veist, hvort við erum að treysta stórfyrirtækjum fyrir leikskólanum eða hvort við erum að gera þetta sjálf. Þetta bara hugmyndafræðilegu munur. Hvort við ætlum að hætta með að niðurgreiða húsnæði fyrir einhverja hópa eða vera með óhagnaðardrifin félög. Það bara hugmyndafræðilegu munur. Þannig ég ekki viss sko að það náist endilega samstæð þetta, en það svona þar meiri hluta til saman samstöðu. Aðeins að grípa hana bolta, það var ekki hugmyndafræðilegur ágreiningur samgöngusáttmálann. Nei. Og bara svo við höldum því til haga að öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu með sína oddvita frá Sjálfstæðisflokknum og Reykjavíkurborg og þannig að það hefur ekki verið þessi mikli hugmyndafræðilegi ágreiningur hjá yngri kynslóð Sjálfstæðisflokksins gagnvart samgöngusáttmálanum, en það hins vegar þegar að fyrsta verkefnið fer af stað, Suðurlandsbrautin, að þá eins og að komi hik. Sáttmálinn til, hann sannarlega undirritaður og tilbúinn og það þarf ekki að rífast hann. Af hverju erum við að rífast Suðurlandsbrautina og borgarlínuna? Má ég taka þetta eins? Já, auðvitað. Mér svolítið fyndið sko að það, samgöngusáttmálinn, við þurfum að fara alveg 15 ár aftur í tíman þegar sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavík, þau bara sá í hvað stemdi. Bara umferðin að vera meiri og meiri, það eru 79 bílar fyrir einustu viku að koma á göturnar og þetta mun stefna eitthvað óefni. Og hvað ertu að fá þig vatn eða? Þetta var svo að fá þig bjór. Já, nákvæmlega. Og það allt svo frjálst á rauðborðið. Og þetta var fyrir sér að það yrði trafík og við myndum sitja í óþólandi trafík á mótnana og seinnipartinn. Og þá komu þessu saman að gera sáttmála með ríkinu, stórkostlegan sáttmála 2019. Og þá eru 5 sjálfstæðismenn í bæjarfélögunum í kringum Reykjavík og Dagur og ríkisstjórnin skrifundir. Síðan var þetta tekið upp, hann að senka allt 18 mánuði og í síðasta 2024 skrifað undir nýjan samning og þá engin samfylkingamaður sem skrifað undir nema þessi konu. Já, nákvæmlega. Þá hún bæjarstjóri í Mosfellsbæ.
Þannig að það var algjört svona samkómulag þetta og það sá allir fyrir þetta þyrft að gera en núna sko strandar þetta á okkur svona litlum bútum hér og þar. Samgöngusáttmálinn löngu farin af stað. Já. Það búið að vera að byggja vegi út úr borginni, tvöfalda alls konar brautir og búa til nýja vegi og núna verið að fara að gera borgarlínuna sem mun gagnast okkur öllum, hvort sem við erum á hjóli eða hvort við erum í strætó eða hvort við erum á bíl. En einhvern veginn fyrir þessar kosningar þá einhvern veginn að skiptum hest í miðri á og það bara ekki rétt, það mjög óábyrgt. Það bara verður að halda áfram. Það búið að henda óbúslega mörgum milljónum í einmitt framkvæmdirnar hingað sem við erum komin í sáttmálan sjálfun og vinnslu hans. Þannig að ég manni þykir svo litið skrítið að þetta sé kosningamál núna. En það það sannlega. Já, ég veit ekki hvernig stendur á þessu öllu saman, sko, það náttúrulega með þessu bent á, þú veist, Arnarnesvegurinn löngu komin í, sko samgöngusáttmálinn sem sagt helmingurinn, svona umdabil helmingur vegaframkvæmdur, umdabil helmingur hérna borgarlína og svo þarna umferðarljósastýringar og hjólastígar sem eru svona í minnihluta. Bara svo því sé haldið til haga að samgöngusáttmálinn snýr einmitt heildstætt að öllum samgöngumátunum okkar og mjög mikilvægt að það sé einhvern veginn, hérna, fólk sem meðvitað það og við erum komin á stað í ýmsar af þessum vegaframkvæmdum eins og til dæmis Arnarnesveginn og Vesturlandsvegur komin tvöfaldur Reykjanesbrautin út úr borginni. Svo það sem stendur til á næstu misserum sem sagt göng undir Miklubrautina og það Stokkurinn og Sæbraut og það eru gatnamót við Bústaðaveg og Reykjanesbraut og síðan borgarlína. En það þar sem að allir verða mjög reiðir og ég held að það snúi að einhverju leiti bara að einhverjum hugmyndum almenningssamgöngur að það mjög sterk þessi hugmyndum það við, og fólk segir það alveg sko hreint út, bara við erum bílaþjóð og það náttúrulega ekki alveg rétt, það fullt af fólki sem vill nota aðra samgöngumáta en bíla og bara líka mikilvægt að muna það að þegar borgarlínan kemur, það ekki þar með sagt að maður sé að velja á milli þess að vera borgarlínumanneskja og vera bílamanneskja. Þess að maður getur búið í Grafarvogi, tekið borgarlínuna í vinnuna niður á Landspítala og svo aftur heim og svo bara býður bíliðinn þar þú getur sótt börnin á leikskólan eða farið í IKEA eða farið í sumarbústaðinn, skilur þú, þetta ekki annarkvort eða, við erum ekki að biðja fólk að umturna lífstíl sínum. Það bara verið að bjóða upp á það að fara með greiða leið í gegnum teppuna. Sko. Og það á sama tíma fækka bílunum sem eru í teppunni. Annað svona mál sem hefur verið svolítið ofan á í umræðinu, það bílastæði. Það ofboðslega þrálauta stef aðþrengingu einkabílsins og hér sé bara allt og lítið af bílastæðum, miðborgin sé ónýtt að það sé ekki hægt að leggja. Það er búið að fjölga bílastæðin gríðarlega, þau eru náttúrulega bara neðjarðar, þannig að fólk sér ekki þessi flæmi eins og voru. Þannig að auðvitað hef ég samúð með fólki sem getur ekki gengið langt, kannski með einhverja, þú veist, öldrunar einkenni eða annað En það ekki svo að ég meina svo lengi sem þú ert með bláan miða þá getur þú keyrt niður Laugaveginn, þú kemst kemst ferðaðinn, sko. Já. En þú veist, en við erum bara einhvern veginn, okkur finnst að við eigum að geta lagt meintur framan búðina sem við ætlum í og það bara mjög ríkt í okkur. En bílastæðum hefur fjölgað alveg gríðarlega neðanjarðar. Þeim hefur fjölgað mjög mikið og ég held að Reykjavíkurborg hafa aldrei verið og miðbærinn aldrei verið betri heldur en akkúrat núna. Ég býð í miðbænum, ég sammála. Þetta tekur allt breytingum og það getur alveg verið sársökafullt að þú ert vanur því að leggja á hverjum ákveðnum stað og allt í einu komin kleinurringur sem tekur það bílastæði orðið að göngugötu. Þú veist, það alveg skiljanlegt að fólki finnist það pirrandi. En ég held að sé líka eitthvað svona pólitíska skotgrafir. Þú veist, það verið að reyna að finna eitthvað svona einhverja leið til þess að skjóta á það flokka sem hafa verið sko að berjast fyrir þessu eða hafa breytt borginni svona en þó bílastæðum hafi fjölgað þá bílum að fjölga meira og þess vegna samgöngusáttmálinn til staðar og við stöndum núna í rauninni í þessum kosningum og við heldum ekki að þetta yrði kosningamál en við stöndum aðeins frammi fyrir því vali hvort við viljum fara meira í átt að einhver svona amerískri bílaborg. Við erum að vissuleiti bílaborg, við höfum dreift borgin mjög mikið, en við erum að reyna að fara og vera meira kannski svona, þú veist, evrósk menningar og mannlífsborg og ég held að þetta eigi alveg saman, við verðum dálítið skrítin borg áfram. Reykjavíkurborg að einhver leiti dálítið skrítin. Við erum að
þróa borgina eftir seinna stríð, okkur eru fjölga gríðarlega mikið, það er búið að þétta töluvert, langflest þéttingaverkefnina heppnast mjög vel, einhver aðeins minna vel, en við verðum áfram að dreifa byggðinni. Ég segi því miður, en okkur er bara að fjölga og það í rauninni er fyrir fólk sem býr miðsvæðis, það er að segja vestarlega í borginni, nær miðborginni. Þá skiptir hún ekki öllu máli hvort það sé byggt mjög austarlega. En það verður verra fyrir þessi góðu hverfi sem eru núna. Fyrir Árbæinn og Úlfarsadalinn og Grafavoginn, ef það koma 10.000 fyrir austan þau, þá verður bara meiri umferð. Þetta er bara staðreind. Já, bara umferð ekki gegnum hverfin. Já, og bara í Ártúnsbrekkuna, þú veist, bara fleiri bílar í dag eru 120.000 bílar sem fara í Ártúnsbrekkuna. Það er eðlilegt að það sé allt stoppað, sko. Ég veit ekki hvort það hefur keyrt í Los Angeles. Það eru rosalega margar. Það er 8 held ég. Ég hef keyrt þar. One more lane. Einmitt, það eru alltaf stopp vegna þess að á einhverjum tímapunkti þá verður náttúrulega að þrengja, sko. Og þar myndast flöskálsinn og þetta er bara svona svolítið það sem að við, og einhvern veginn maður hélt að allir vissu, en þetta virðist ekki síðast gegn hjá öllum. En það er kannski, eins og þið segið, það er kannski bara svona, þetta er svona, kannski bara svona pólitískur leikur, svolítið að benda á. Gæti verið, og þetta gerist náttúrulega, þú veist, rétt fyrir kosningar, þá fer fólk að rifja upp þessa takta, sko, en það er kannski ágætt líka fyrir kjósendur að vita bara, þú veist, í hvaða átt flokkarnir stefna í þessum málum. Það er svona mál sem að hefur og pirrar Reykjavíkinga mikið. Það eru snjómoksturinn á veturna og svo er það göturnar og sópanirnar og mengun, loftmengun. Hvað er hægt að gera betur í Reykjavík í þessum efnum? Svifryksmengun er þetta alvarlegt vandamál sem við verðum að taka á. Og þar eru þetta hægt að fara ýmsar leiðir. Það hefur þetta oft verið rætt nagladekkin og það má skoða það að setja inn einhver meiri incentives fyrir fólk til þess að vera minna á nagladekkjum. Það eru þetta líka hægt að hvetja fólk til þess að nota almenningssamgöngur á þessum gráu dögum, þar sem að við vitum að verður mikil loftmengun. Og það er hægt að hvetja fyrirtæki til þess að biðja fólk að vera í heimavinnu á þessum dögum, vegna þess að, þú veist, að þetta er lýðheilsumál, við verðum að gera eitthvað í þessu, þannig að það skiptir máli. Það má vel vera að það þurfa að þrífa götunar betur. Ég bara þarf að skoða það eitthvað betur. Ég held að það sé ekki eina lausnin við þessu. Þetta er eitthvað sem kemur okkur öllum við og þurfum öll að taka þátt í lausninni. Nei, nagladekkin eru langsamlegasti, mesti skaðvaldur í þessu. 70% held ég. Þetta er alvarlegt mál. Við erum ekki takið þetta nú alvarlega. Þú veist, það eru tugir ótímabæra dauðsfalla á hverju einasta ári út af mengun. Við getum ekki sætt okkur við það. Nei, við erum með daga þar sem börn sem er nálægt á leikskóla, nálægt stofnbraut, geta ekki farið út. Það þarf að loka gluggunum. Góðviðrisdagar, þetta er yfirleitt það sem er mikið stilla. Oftast frost og stilla. Já. Þannig að sko, þetta er eitthvað sem þarf að eiga samtal við og við þá ríkisstjórnina líka. Það þarf að sveitarfélög hafa ekki heimild til þess að breyta. Öfugt við Stokkólmi, þar sem ég bjó, þá voru bara nokkra götur sem voru þar sem voru mikið af fólki sem bjó eða voru leikskólar, þá voru skilti bara bannaður nagladekk hérna. Ég veit, þetta er mjög viðkvæmt mál. En er þetta ekki eitthvað sem að borgin geti til dæmis gert? Bara bannað nagladekk í ákveðnum hlutum borgarinnar? Við erum ekki með heimild til þess núna. Nei. En það ég veit að, ég menn svona eins og í svona þorpum, litlum borgum í Skandinavíu, þar eru settir á ákveðni skattar. Og það er eitthvað sem borginna geta gert þar, ég veit ekki hvernig það er hérna, en setja á skatta, sem sagt á nagladekk, og þá er það bara á hvert dekk, borgaru x mikið og það er þá á móti fer það í einhverjum skona ryggbyndingu. Sveitarfélögin hafa ekki heimild til þess að gera þetta, en þetta er að vera samtal við Hvað er Jóhann Páll? Nei, ég held að það eru nú kannski bara líka fræðslu það hvað vetrardekk eru orðin góð. Þú veist, mín fjölskylda keyrir til Ísafjarðar nokkur sinnum yfir veturinn og við höfum aldrei farið á nagladekk. Þannig þetta er sannarlega hægt. En það eru margir sem standi þeirri trúa að þeir eiga sumarbústað í Grímsnesinu að þá verði þau að vera á nagladekkjum allan veturinn. En þetta er auðvitað ekki alveg svona. Það er, vetrardekk eru bara orðin mjög góð án þess að vera negld. Þannig að það má líka tala aðrar lausnir fyrir fólk og kynna þær betur.
Varandi snjómoksturinn, þá getum við kannski ekki alveg svaraði núna. Það var náttúrulega farið í átak og svona kröfurnar til þeirra sem voru að moka voru gerðar ítalegri. Það átti að byrja sem sagt fyrr, þú veist, það var lægri snjór heldur en áður var þegar átti að byrja að moka. Og síðan fer Reykjavíkurborg í útboð og það hafa vissulega allavega samkvæmt fjölmiðlum, ég hef ekkert annað fyrir mér í því en að það hafi ekki verið svona mikil ánægja í vetur og mér finnst það bara einboðið að við leggjumst yfir þessa samninga og athugum hvort það sé hægt að gera betur. Þú nefnir snjómokstur og Þetta er þessi leiðilegu mál, sorry. Nei, þetta er samt svo áhugavert, vegna þess að sveitarstjórnarmál eru svo nálægt fólki. Þú veist, þú ert að velta fyrir því hvort það sé búið að taka sorpið þitt eða hvort það sé búið að moka göttuna eða sópa göttuna eða hvort það sé mengun. Þú veist, þetta er allt bara nálægt okkur. Þetta er bara í bakgarðunum okkar eða bara fyrir framan okkur. Hvernig eru skólarnir, hvernig eru leikskólarnir. Þetta eru daglegt líf fólks. Og þetta, þú veist, ég held að sé að vera í borgarstjórn. Ég meiri sem aðeins byrjar að finna það bara í símanum, bara hvað fólk hefur mikinn áhuga á þessum málum. Eðlilega, og þetta snertir okkur á hverjum einasta degi. Það er svona að skipta sveitarstjórnarmál mjög miklu máli. Þið gerir það, sannarlega. Það eru nokkru flokkar hérna sem að tala svolítið skemmtilegri borg. Píratar þar á meðal, tala að það vanti svolítið bara fjör í Reykjavíkurborg. Það vanti fleiri skapandi svæði, svona opið svæði fyrir skapandi einstaklinga, tónleikasvæði, bara list og menningu einhvern veginn, að henni sé gert að hærra undir höfði. Hvað ætla Samfylkingin að gera í þessu? Við erum voða lítið ef við erum ekki með menningu og íþróttir og allt þetta sem svona glæðir líf okkar vikulega daglega. Ég verð að segja að Reykjavíkurborg stendur miklu betur og miklu framar heldur en eiginlega flesta aðra borgir. Það er engin höfuborg sem er með eins mikla íþróttastarfsemi inn í hverfunum. Það er með sundlaugar nánast í hverju einasta hverfi. Þannig að Reykjavíkurborg er að mörguleiti algjörlega frábær borg. Auðvitað vantar ýmislegt, það er eðlilega og mikill vill meira á allt það en við erum búin að ferðast núna í öll hverfin og eyða tíma í hverfunum. Og ég hef búið í Stokkólmi og Oslo og fleiri borgum og þau komast ekki hálfkvist þar sem við erum með okkar aðstöðu fyrir börn, venjulega í skóla og hafa mjög stutt í íþróttafélagi eða eitthvað svona tómstundir innan hverfisins. Þetta er ekkert svona í öðrum borgum. En fyrir svona, meira hugsa kannski fyrir fullorðna og fyrir ungt fólk. Það eru þessi krakkar sem eru í gaggó og upp úr, þú veist kannski þetta er tvítus, þau eru svolítið svona í lausu lofti, við veit ekkert hvað þau gerum helgar, hvað er þau að hanga, þetta býr til alls konar vandamál líka. Og þetta er eitthvað svona sem að mér sem úlingaforeldri til dæmis finnst hafa vantað svolítið í samtali, hvað erum við að gera fyrir krakkarnir okkar? Það er rétt að við erum með þessi frístundaheimili og félagsmiðstöðar sem ná kannski upp að 16 ára. Já. Og síðan kemur smá gat á krökkum. Þetta er auðvitað það sem að kannski ríkið tekur við þeim. Framhaldsskóla og auðvitað margir krakkar, sérstaklega þau sem fara í framhaldsskóla og svona alla framhaldsskólinn sem er með gömlu framhaldsskólinn með langa sögu, þá er alveg ofboðslega öflugt félagslíf inn í þeim, en það er líka krakkar sem eru ekki í skóla eða komast ekki almennilega inn í félagslífi framhaldsskólum og það þarf auðvitað bæða að bjóða upp á eitthvað fyrir þessa krakka, þannig að þau séu virk félagslega. Voru náttúrulega með húsið í Pósthússtræti og það var auðvitað mjög vinsælt fyrir þessa hópa sem voru þá ekki að taka þátt í reglulegu starfi í skólunum sínum. Síðan fluttu við það upp í Elliðaárdal og það hefur heppnast mjög vel á margan hátt og þar hefur líka verið með frístundaþjónustu fyrir fatlaða krakka og þetta er gríðarlega flott aðstaða. En ég held að það mætti alveg vera eitt annar staðar í borginni. Og við höfum náttúrulega talað að fara einhverja aðra leiðir eins og Mosfellsbær gerði að opna íþróttahús á föstudagskvöldum fyrir krakkana. Þú veist, þegar þessir tímar ekki endilega í notkun, það ekkert mjög margir í bumbuboltanum á föstudagskvöldum eftir 9, þú veist, eða eftir 8, þannig að það einhver tækifæri, þú veist, kvöld eða diskó, opnun í sundi eða eitthvað, þú veist, hvað sem það kann að vera. Þú veist, það innviðirnir eru til staðar og það þarf bara að nota skapandi
leiðir til þess að finna sundlaugarnar. Það var opnunartíminn, hann var rýmkaður helgar sem að kom ofboðslega illa við mitt heimili. Ég átti úling sem að fór ég meina þær voru ekkert eitthvað að slæpast niður í bæ, hún og hennar vinkonur. Þær fóru í sund og voru í sundi til þetta 11 á kvöldin. Og það var æðislegt fjör og þá fóru þær bara heim í staðan fyrir að vera að slæpast niður í bæri en komast inn á bari eitthvað svo leis, þá voru þær bara í þessu og ég sá það bara með eiginu að því að ég var úlingur sem var að slæpast niður í bæ og var á börn. Þú veist, ég hugsaði bara, vá, hérna höfum við gert eitthvað rétt, sko. En síðan þegar þetta er rýmkað, þá verður þessu... Ekki rýmkað, meinar það takmarkað? Já, takmarkað, já. Ég meina það, já. Og þegar takmarkað, þá, verður þau svolítið út undan, þau veit ekki hvað þau að gera. Það var verið að lengja opnunartíman aftur núna fyrir sumarið í Reykjavík. Til 9. Til 10? Já, til 10 helgar og með því náttúrulega Reykjavíkurborg með langmestan opnunartíma sundlaga á höfuðborgarsvæðinu. Ég mikill sundmaður, reyna að fara hverjum degi og þetta einhvern veginn svona eins og ensku pubbarnir í Englandi. Þetta algjörlega svona social hub fyrir okkur Reykjavíkinga. Og ég finn á morgnana og þá er ég alltaf með gamla fólkinu og þar verið að ræða pólitík og allan anskotan. En á kvöldin þá breytist það yfir í eitthvað svona félagsheimili fyrir ungt fólk. Bara það að þau séu ekki símanum sínum á meðan, þau gerum með símanu lauginni. En þau sitja í pottunum og að spjalla og það einhvern veginn svo góð stemning. Það æðislegt. Þetta nefnilega, þetta svona eitt af við erum með þetta í stefnin okkar að rýmka. Já, með það. Algjörlega. Akkurat. Er eitthvað svona, ég hef sérstakt sem að ykkur langar að koma að fyrir hlustendur og áhörundur svona áður við slúttum þessu spilli? Já, alveg örugglega. Núna eru bara 2,5 vika í kosningar og ég held að þetta verður bara mjög spennandi kosningar og ég held að línu séu farnar að skýrast. Ég held að fólk sjáu að það sé mikill munur á stefnum. Annarkvort erum við að fara til hægri og fólk bara getur skoða hvað það mun þýða eða til vinstri, hægri og vinstri og hvað það þýðir og það verður bara gríðarlega spennandi. Við höfum verið á einhverju leið með borgina í langan tíma og að mörgu leyti alveg til fyrirmyndar. Það eru vaxtaverkir og við okkur fjölgað mikið og stækkað mikið borgin en núna þurfum við að einblína á fólkið og ég held bara eins og Regína sagði í byrjun að þá bara númer 1 og 3 algjör fókus á börnin. Við verðum að grípa börnin núna. Við höfum glugga með börn sem eru af erlendu bergi brotin, taka vel þau, gera vel utan þau og bjóða þau velkomin og þá held ég að við verðum jafnvel betri borg. Það hægt sko. Ég held að sammála því. Allir sammála. Enginn vill koma neinu meira að. Óvinnlegt fyrir stjórnmálafólk. Ég hugsa bara, er þetta eitthvað annað borg? Ég skal taka eitt sem snýra samgöngusáttmálanum og það auðvitað þannig að þegar hann var endurskoðaður núna í upphafi þessa kjörtímabils þá tók það alveg 2 ár að fá hann endurskoðaðan og þetta þýddu 10 funda vegna þess að það hefur virði í sjálfum sér að sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu séu búin að ná saman hvenar hvaða, það hefur þetta langmest togað á það að hvenar sveitafélögin fá sína hvað ég segi borgarlínu eða veg eða þú veist og allt þetta. Þannig að það er svo mikilvægt, þetta sé ekki bara einhver sáttmáli sem hún getur bara eftir hendi sem þegar ég kom með Arnarnesveginn og brúna þá ætla ég bara einhvern veginn að detta út úr þessu og að skilji, þú verður að vera svona fylgja, vera trú þessum samningi alla leið. Þannig að þeir sem fá eitthvað fyrst, þeir bara hoppi ekki af vagninum og því miður gerist það gerist það varandi skíðasvæðina, þeir sem fóru fyrst, þeir fengu sitt sem allir borguð inni og svo var staðan orðin þrengri, þannig að það var ekki hægt að klára og fara á hinn staðinn. Aðeins á þessum nótum, þá verðum við að horfa á bara athafnasvæðið okkar bara sem suðvestur horn hérna. Við erum orðin yfir 250.000 manns á höfuðborgarsvæðinu. Á hverjum einasta degi koma 40.000 manns til þess að vinna í Reykjavík og við bara fögnum því, við erum höfuðborgin. Hérna náttúrulega langmesta starfsemin. Þess vegna samgöngusáttmálinn, hann höfuðborgarsvæðið. Við erum saman í þessu. Það alveg jafnmikil traffík í Kópavogi og Garðabæ og Hafnarfirði á morgnana út af við erum
á einu athafnasvæði. Þannig að við verðum að standa í lappirnar og það algjört ábyrgðarmál að halda áfram með samningin. Það sko, hvað sem fólki finnst hann, þá mun það gera allt verra með að rífa hann upp núna og byrja upp á nýtt. Það mun tefja allt og gera umferðina verri, aðalega fyrir bílaumferð. 100%. Við langar að koma aðeins inn á aftur að við vorum að ræða áðan sko hversu mikilvægt það að allir flokkar starfi saman í borgarstjórn og ég alveg sammála því að þetta samstarf skiptir mjög miklu máli og líka sjálf voru mjög þreytt á polariseringu að við séum alltaf einhvern veginn að smætta alla umræðu niður í eitthvað sem við getum rifist eins og að smætta umræðu menntamál niður í það hvort að einhvernir eigi að vera gefnar í tölustöfum eða bókstöfum já, að því að umræðan á þetta snúast gæði náms og kennsluaðferðir og stuðning við skóla en ekki beinleinu sem það hvernig einhvern eru gefnar. Við erum mjög gjörn á þetta í mjög mörgum málaflokkum að taka það og smætta það niður í eitthvað eitt sem við getum rifist og það þetta eitthvað sem við verðum að reyna að koma okkur upp úr og þess vegna skiptir þetta mjög miklu máli að eiga þennan góða díalóg á milli flokka og milli fólks. En samt líka mikilvægt sko, í sveitarstjórnarmálum, það svona margir hafa tendens til þess að segja skiptir þetta einhverju máli hverjir það eru sem taka við stjórn sveitarfélögum, vilja þau ekki alltaf sama, bara betri leikskóla og fleiri hús og eitthvað svona. En þú veist, jú, við erum að miklu leyti, við viljum öll komast á milli staða og við viljum dagvistun fyrir börnin og allt þetta. Við erum alltaf sammála útkomuna að einhverju leyti sem við viljum fá. En sko þegar við síðan förum í leiðirnar þá eru þar ansi ólíkar og því það, þú veist, þegar einhverju flokkar vilja leysa það sem þau kalla leikskólamálin en gæti bara verið kallað þá dagvistunarmál með heimgreiðslum eða með fyrirtækjaleikskólum, þá erum við farin að bjóða upp á samfélag sem að traðkar á kvenfrelsi eða býr til tvöfalt kerfi þar sem að þau sem vinna hjá stórfyrirtækjum hafa kannski meira aðgang en aðrir. Þannig að þetta skiptir raunverulega máli hvaða flokkar og hvernig fólk að eins og við tölum hjá okkur, það jafnaðar hugsjónin sem stýrir því hvaða leiðir við förum að þessum markmiðum. Og ég held sér bara svo mikilvægt að hafa það í huga í sveitarstjórnarkosningum að því við erum stundum verið fólk svo þreytt á öllu þessu þrasi að það eitthvað svona, þetta skiptir engu máli, skiptir ekki máli raunverulega hver stjórn, þau vilja alltaf sama. En það ansi miklir þó þetta hljóma eins og núansar, þá getur þetta haft mjög ólíkar útkomur. Takk hérlega fyrir komuna Regína, Pétur og Steinunn, fulltrúar Samfylkingar. Gangi ykkur vel. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Og bara, power to you, svona á síðustu metrunum. En ég þakka fyrir í bili, tók ég við það meira hér handa við auglýsingar. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Valur Gunnarsson, sagnfræðingur og rithöfundur, hefur undanfarið deilt því með vinum hans á Facebook að síendurtekið fái hann synjun hjá ritlaunanefnd, fá ekki listamannalaun og Valur sýnir engan mélkísuhátt með skrifum sínum. Það kallar ákveði hugrekki að lýsa því sem hann hefur verið að segja frá. Nú það ekkert langt síðan leikkonan Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir gaf í skyn að íslenski rithöfundar væru með listamannalaunum keyptir til að vera þægir, skrifum sjálfa sig og ský í buxum í stað þess að vera gagnrýnin og róttæk stétt sem fjallaði með gagnrýnum hætti okkar samfélag. Þannig að það ekkert nýtt að það sé deilt listamannalaun en í ljósi þess sem ég hef lesið hjá Val þá baði hann að koma hingað og ræða kynni hans við ritlaunanefnd meðal annars. Vertu velkominn, Valur. Já, takk. Þetta viðkvæmt umræðefni. Já, þetta spurning. Það maður að vera hugrakkur til þess að ræða fyrirkomulega íslenskar menningar og hvað segir það þá okkur ef svo Já. En kannski kom að því
á eftir. Já, svo ég geri grein fyrir því af hverju ég notaði orðið hugrekki. Já. Ég elst svolítið upp í þeim kúltúr að ef þú styggir goðin, ef þú segir eitthvað gagnrýnið goðin sem sjá fjárveitingavald, þá ekki líklegt að þau muni sýna þér mildi síðar. Það svolítið hugsunin á Íslandi að þú þurfur að bíða og vera þægur og með lokaðan munnin, stað þess að gagnrýna. Já, maður náttúrulega vill ekki trúa því að menningamálum þjóðarinnar sé þannig háttað að það sé einhvers konar kvotakerfi sem fyrir útlenda á, enginn með gagna, en það vissulega svo að þegar ég tala við fólk sem hefur einhverja einsýn innan bransa, þá var það gegn því að vekja máls á honum og það að því að þá einhvern veginn geti farið illa. Ég persónulega vil ekki trúa því að það sé þannig að þess með vera málsverðar málfrelsisins. Ég ekki reiðubundur að ræða þetta fyrirkomulag sem undirstaða íslenskar menningar. Einmitt. Þannig að við skulum vona að ég hafi rangt fyrir mér, að það þurfi ekki hugrekki og að þú sért ekki að tefla og tæpast á að. Við skulum vona svo sé. En segðu okkur þína sögu, Svo við byrjum kannski á því að kynna það fyrir hlustendum áhörfundu, þá ertu búin að skrifa helvítis helling. Já, 10. bókin að koma í haust. Já. Eða eftir atvikum 11. þegar þessari önnur koma í sumar sem ensk útgáfa af Grænlandsbókinni sem talsvert endurskrifuð. En þannig að, þetta 10. til 11. bókin sem að koma í haust. Já, þetta heilmikið höfundaverk og margar af þessum bókum hafa vakið töluverða athygli. Einu sinni mann ég veit ekki hvort þú manst að þegar við hittumst held ég fyrst, þá vorum við að lesa upp á einhverju kaffihúsi og þar kom eigandi kaffihúsins og leitið þau Rángala og sagði þér að hann væri svo hrifinn af þínum skrifum, hann var bara með stjörnur í augunum, honum fannst hann að hafa hitt einhverja rockstjörnu, en það eru allar þessar bækur, þú hefur fjallað alls konar málefni, hefur þú aldrei fengið almennileg ritlaun eða? Jú, ég fekk einu sinni 3 mánuði. Einu sinni fengið 3 mánuði? Já, það kannski enn merkilegra vegna þess að ein bók sem ég skrifaði sem var allar merkilegri en hinnar var metin á 3 mánuði en síðan allar hinnar ekki neitt. Þannig að það svo erfitt að sjá hver munurinn þarna á milli. Og hefur þú sótt í þessa potta samviskusamlega ár eftir ár? Já, ég var 30 árum síðan þegar ég var að skrifa bók og ég fór með vinum mínum á barinu og sagði, þú ekki að fara á ritlum bara, þú ekki að bjóða upp næsta umgang. En það var náttúrulega engin innastæða fyrir því þá, en ég var með bók sem var í mjög alvarlegri skoðun hjá Mál og menningu á þeim tíma og og það tók nú ár fyrir þá að hafna henni og við tóku 10 ára af engu en samt, ég fór að vinna sem skipaþrifamaður, ég fór að vinna sem gluggaþvottamaður, ég vann í vodkaversmið í Finnlandi við að setja límið á flöskur, ég var dyravörður í Glasgow, ég vann í IKEA í Noregi, ég var bréfberi, símasölumaður, ég var vann á vistamili barna og vann meira við aðstafa börn í skólum og kvörtunardeild ljósmyndafyrirtækis. Og eftir að þannig kynnst lífinu að einhverju leyti, sem kannski ekki síður mikilvægt eftir að heikja heldur en bara vera snemma að fyrir með bók. Fyrir höfund, náttúrulega frábært veganesti. Já, þá fór ég í ritlistanám í Belfast, sem stundum heldur kalla það næst besta á Bretlandseyjum, í Queen's University. Og já, ég var vantarlega fyrsti íslendingur til þess að fara í ritlistanám sem var þá ekki til og síðan kom ég heim vorið 2003 og alveg ólmur að skrifa en ég ekki betur ættaður en svo að ég vildi skrifa grein í blað þá þurfti ég fyrst að stofna blaðið og ég stofnaði blaðið og það heitir Reykjavík Grapevine kemur ennþá út ásamt
nokkur strákurum frá Laugavatni sem voru nýkomnir. Stofnaði þú Reykjavík Greipar? Já, ásamt nokkur strákur frá Laugavatni sem voru komin í bæinn og vildu ólmir fara að gera eitthvað. Vel gert, þetta vissi ég ekki. Nei, og mér varst alveg aðeinslega, þannig að ég fyrst í æfinu bara skrifa eins og með listi og þarna voru einhverjir aðrir sem sáu að prenta blaðið og dreifa því og saman auglýsingum að gera allt annað og ég var svona farin að fela sko hvað ég skrifaði mikið, þetta voru vandrarlegt hvað ég skrifa alltaf allt blaðið að meira sjálfur sko. Mildina nú reyndar réttan fyrir Belfast inn í ljóðasamkeppni í Washington DC sem að ennþá byggarinn og upplæði sem að prentaði sjálfurinn. En þetta var ólaunastarf en þetta var samt alveg aðeinslega að fá loksins bara að skrifa og Þú orðaðar að þannig að þú hefur ekki verið þannig ættaður að þú ættir innangengt. Ertu svona að segja það að það skipti öllu hvaðan við komum og hverjir foreldrar okkar eru og í hvaða menningar landslagi við ölumst bara upp á það að fá birtar greinar í? Auðvitað skiptir það einhverju máli. Ég fór í framhaldinu að vinna og DFF það sem að sá þetta voru svona börn hinn og þannig og þau voru oft mjög fín og mjög færi en það var samt við erum auðvitað hverju fá sjens en sko fólk líka vill bara svolítið að hlutinni séu föstum skorðum. Nú ég komin á þann aldur að sko börn vina að fólk sem ég þekki eru farin að stíga fram og það bara eitthvað svona gott já, hann svo líkur pappa sínum eða þessi þú veist og maður svona einhvern veginn þarna veröldinu svona á að vera en ef einhver utanakomandi að vilja eitthvað dekk þá veit enginn hvernig hann á að höndla það sko. Þetta svo hárrétt, já, ritstjórnir eru meir og minna hafa síðustu ár verið fullar af ungu fólki sem eru þar vegna þess að þau eru börn foreldra sinna. Já, þetta ekki bara ritstjórnir sko. Einhverju leyti eru við öll þáttakendur í þessu vegna þess að sko lesandinn og áhorfandinn líka vill hafa eitthvað kunnulegt. Jú. Og allir það alltaf langauðveldast bara að gera það sama á mamma og pabbi af því þá veldum svona að vera þú getur fengið ráðgjöf, við getum fengið hjálp en þú ætlar að gera eitthvað annað. Þannig ég held að þannig verður þetta svona kannski hálfgett kasta kerfi þar sem að fólk svona automatist gerir bara það sama og foreldrarnir. Já. Við erum fámenn, það nálægðar vandi, það tengsla og klíkumyndun alfa og omega flestra hluta. Já, það það, sumpart það óhjákvæmilegt en ég held samt að við ættum að geta gert kannski meira í því að minnstu kosti bjóða upp á einhverjum möguleika fyrir aðra og sem að sýna þá kannski mikinn dugnað. En ég fippaði aðeins, hvað gerir svo eftir Reykjavík Greipvæn? Já, fólk tók náttúrulega eftir þessu því að blaðið var mjög mikið lesið og í framhaldinu fór ég að fá tækifæri til að skrifa í önnur blöð og fréttablaðið. Ég samt hafnaði vinnu þar á launum til þess að fara aftur á Greipvæn kauplaust sumarið eftir en það var það að fara að ganga nógu vel að það var hægt að borga sér einhvers konar lágmarkslaun 150 skall á mánuði eða svo. En í framhaldinu þá fékk ég stóra tækifæri loksins. Ég fékk að skrifa bók, hún rúmlega 30. Ég náttúrulega alltaf verið að skrifa bækur en ég fékk skrifa bók sem fékk að koma út og þetta Konungur norðursins og hún seldist svo illa að hún kálaði ferlið mínum næstu 10 árin eða svo og við tókum 10 ár. Hver gaf þá bók? Það var Mál og menning. Það var alveg ég var efni og var og fékk ágætis dóma en þetta var svona röð óblætt tilvika sem gerist að Mál og menning var tekin yfir af öðru forlagi þannig að þá féllu 900 á milli stóla. Bókin tafðist, kom út 17. nóvember sem allt og seint. Lítil kynning. Já, og þannig að allir sem ég hef verið að starfa með sem hefðu kannski myndið vonum bókina, þeir voru farnir sko. Þannig að það var gríðarlega óöfilegt að það sem hefði átt að vera byrjunin á ferlinum reyndist endurinn í bili. Og næstu 10 árin gerði ég bara fátt annað heldur en að skrifa bækur sem að fengu ekki að koma út. Og það svolítið erfitt að maður fær ekki einu sinni það að bókin koma út og þannig að vonlaust að vera í einhverju sambandi eða hvað það stóð fjölskyldu eða eitthvað slíkt því að alltaf tekið laus og alltaf frústrerar og þannig að það ljúga fólki sko hvað það að gera, það var ekki neitt því maður ekki segja að skrifa bók, já, en síðast það kom ekki út en ekki svo undan heldur
Það er að fara að bókasafni, já, og það getur að fara að skrifa það, nei, bara að lesa smá og síðan skrifa maður alveg þangað til bókasafni lokar og þangað hendur út og finnur kaffihús sem geta ennþá haldið áfram að skrifa og hérna. Og þannig... Þú ert að lýsa skömm? Ég veit ekki alveg hvort að skömm, þetta það að vera haldin svona skrifáráttu ekki gott og enn síður þú ert ekki til starfans fæddur því þetta svo alltumlykjandi að þú eiginlega getur ekki hugsað að gera neitt annað og ég get eiginlega ekki skrifað meira svona 1 dag á viku. Þá fer ég bara fyrir alltaf hrinni einhvern veginn, sko. Þannig ég verð að skrifa en til þess að geta skrifa þá verð ég náttúrulega að hafa einhverjar lágmarkstekjur eða einhverjar lágmarksviðurværi. Já, og þá komum við sko að þessari flóknu spurningu, þessu jafnvægi á milli samfélags og einstaklings. Já. Hefur það verið þannig allar götur að þú sækir ritlun bara ár eftir ár eftir ár eftir ár? Já. Já, það hefur verið þannig og þetta var óbúðslega leiðilegt af því að sko svarbréfið kom alltaf í janúar og janúar þá var maður svona fullur orku að takast á í nýtt ár. Ný verkefni, en síðan kemur alltaf sama bréfið. Þú ert einskis virði, öll þín störf einskis virði, fuck you, nefndin, smá umorðin, en þetta inntakið. Mér finnst nú til bóta, núna þetta að fara að koma í desember, þannig að maður getur allan með það næstu. Skar að fá nei í desember en janúar. Já, en eftir þessum 10 árum liðnum, þá tókst mér loksins að skrifa bók, sem hefur gengið mig í maðurum lengi, sem að fjallaði það hvað ef að Þjóðverjar hernumið Ísland frekar en Bretar hétu örnunum fólkin og þá var viðmót til annað hjá útgefendum þetta þótti áhugavert og svo bók fekk að koma út og endar í millitíðnaði inn lítil bók kom út sem heit síðasta elskvín stílæfing en seldi svo mikið neitt en örnunum fólkin sló í gegn og hún var bara eina af 10 mest seldu bókum ársins. Já, og kom út aftur hvað ár? 2017. Og ég fekk meiri pening heldur en ég hafði nokkuð tíman á ævinni séð áður, 1,5 milljón. Sölulaun fyrir bókina. Já, sölulaun fyrir bókina. Það er mjög gott á Íslandi, á þessum örmarkaði. Já. Ég hef alltaf aldrei upplifað annað eins, hann hafði alltaf verið tekjulegs. En ég var fljótur að sofa þeim peningum í villisu. Því í millitíðinni þá hef ég verið að sækja í besta ritlistaskóla í Bretlandi og þar með sennilega í heiminum. Og það það tók tíma af því að ekki bara það maður skrifa skáldsögu og reyndar það efni sem ég setti inn þótti mjög gott heldur það maður líka að semja fræðiritgerð og þetta tvennt að ganga saman þannig að skáldsögan sem skrifar svar við fræðiritgerðinni. Og það var mjög erfitt að koma sem enda þetta besti skóli í heimi og það ætti að vera bæði rithöfundur og fræðimaður í fremstu röð. Já, það eru mikla kröfur. Já, og þarna hugsaði með mér, ok, núna get ég loksins verið bara á námslánum og bara fengið að skrifa. Já. Og að því ég vissi ég átti þannig eitthvað 2 ár eftir og þetta er 30 ára námið, það er hægt að klára þetta. En þá kemst ég að því, í samband við LÍN, að þeir eru búin að minnka lánsheimildina niður í 8 ár, þannig að ég átti ekki pening, fæði engin lán. Lánsheimildina niður í 8 ár? Já, sem var áður 10 samanlagt, sko, því að það nú verið alltaf duglegur að bæta mig. Ertu þá svo búin að þykja námslán í 8 ár? Já, var þetta. Búin að fylla kvotan? Já, en hann var minnkaður á millitíðina sem ég vissi af. Já. Af því að nú verið alltaf námslánum inn á milli og svona, dóla mér í bókmenntarfræði og sakfræði til þess að vera grunnurinn. Þannig ég sagði, ok, ég get nú samt ekki alveg látið þetta fram mér fara, þannig ég vinn bara fyrir þessu. Þannig ég fór að vinna sem guide og safnaði pening og þýddi bók Írskan reyfara í hjáverkum. Og þannig tókst mér svolum viðbótum að fara í þennan skóla, University of East Anglia, þar sem að margt stórmenna hefur komið í gegn, Ishiguro Nóbelsverðlaunahafi, Ian McEwan Laxness-verðlaunahafi. Leiðbeinandi minn Giles Foden sem skrifaði Last King of Scotland. Veit ykkur sem þekkja myndina. Og ég ekki fyrr komin til Bretlands heldur en að Vá hrynur og með því krónan og allt í einu hækka skólagjöld bara 1/3 íslenskum krónum talið ég verði eins og búin að borga þau eða útborga þannig að
þá allur peningur horfinn og þetta ekki lengur gerlegt. En ég klára nú samt fyrsta árið og stenst eitthvað sem heitir probationary review, sem er svona mín í doktorsverð, sem gefur rétt á að halda áfram, en það bara ekki lengur gerlegt. Þú varst búinn að klára meistara. Ég hafði klárað meistaranám í bókmennafræði áður og reyndar líka í ritlist í Belfast. En þetta var... Þú ert hámenntaður rithöfundur? Alltof. En meðan námslánin duga, þá verða þau að duga. En síðan þegar það búið, þá er það búið. Þannig að þarna verður þessi vending, þú þarft að fara að koma aftur heim og skotta það með lappana. Já. Þá reynirðu aftur. Ég náttúrulega búinn að reyna allan tíman að sækja ritlun, það segir sér allt. En það var kannski ekki beint þannig sé innistæði fyrir því fyrir en að Örninn og fólkin kom út, sem var skáldsaga sem vakti talsverða athygli. Þá ertu búinn að auka virðið þitt heilmikið. Já. Þú ert búinn að bæta við menntun. Já. Og þú ert búinn að gefa út verk sem svo sannarlega tekið þér eftir. Já. Ætti það ekki breyta einhverju? Maður hefði haldið. En það gerði það ekki? Það gerði það ekki. Já, ég fór bara aftur að gæta og síðan ég var ég líka dóla mér í meistaranámi í sagnfræði. Þá fékk ég gegnum háskólan styrk sem var nú bara 200-300.000 krónur eitthvað til þess að fara til Úkraínu, vinnaverkefni. Og reyndar birtist lífeyrissjóðurinn og ég étur þann styrk upp af því að maður náttúrulega sem frílansar að borga 1000 meir í lífeyrissjóð. Ég fer samt, ég vinn bara sem gæt sumarið eftir og bara tek yfirdrátt og fer til Úkraínu, en þá skellur COVID á og Úkraínumenn taka því mjög alvarlega, þannig að það ekkert flug og það engar samgöngur, þannig að ég bara fastur í Kýv og það kviknar í Tjernóbíl skógunum fyrir norðan og það blæs yfir borgina, þannig að geislavirkt ryk fyrir utan gluggann og það farsótt og það stríð í Austur-Héraunum. Ég kemst ekki heim, en það auka úthlutun hjá ritlunarnefnd út af COVID. Það bara helmingi meira allt í hennu. Okay. Og þá fer ég nú að hugsa mér svolítið gott hvað glóðunar og aðrir svipara stuði sem ég þekki. En nú hlýtur nú kannski að vera komið að okkur, það allt í hennu bara helmingi meira. Ríkið fann náttúrulega tugi ef ekki 100 milljarða til þess að bæta bílaleigunum upp tekjutap og annað, þannig að maður skildi ætla að þarna gæti fleiri notið. Já, en það náttúrulega fór ekki svo, heldur fóru þeir peningar á sama stað og hinni peningarnir. Það að segja að það var ekki... Og þeir sem áður höfðu fengið, þeir fengu bara meira? Já, það hlýtur að vera þannig. Allavega þeir sem ekki höfðu fengið áður, þeir fengu allavega ekki núna heldur. Og þegar svona þú upplifir það alveg sama hvað þú ert að gera og alveg sama hvað tími og alveg sama hvort það sé spýtt meiri fjármunum í þessa sjóði og reynir þá á einhverjum tímapunkti að ná talsambandi við fólk sem að ræður ríkjum, biður fund eða hefur maður einhverja bjargir þegar maður í þinni stöðu til þess að nálgast þetta fólk sem með örlög listamanna í hendi sér? Maður getur náttúrulega skrifað póst til hver sem en það bara svolítið erfitt vegna þess að kerfið þannig uppbyggt að þetta raunverulega geðþóttaákvörðun hverju sinni. Geðþóttaákvörðun? Það bara nefnd sem að kemur saman og ákveður hverjir fá laun og hverjir ekki. Þannig að þú getur ekkert unnið þér inn einhver réttindi að þú áttur aldrei inn í eina kröfu. Hvernig rökstyður að þessi geðþóttaákvörðun þessa hóps? Bara eðli málsins samkvæmt þegar að 3 aðilar koma saman og ákveða hver fær laun og hver ekki. Auðvitað byggja þeir einhverju leyti á umsóknum, en sem eiga að gera persónur hljóta að skipta líka máli hvað menn hafa gert áður og svo framvegis. En og auðvitað hljóta tengsl sem að skipta máli, en þetta bara svolítið skrítin hugmyndafræði sjálfur sér að einhver nefnd ákveða ekki bara hvað sé list, heldur hvað getur orðið list og hvernig það alltaf svo að besta umsóknin, jafnvel þó að það sé farið einvörðingu eftir þeim, verði endilega að besta verkinu. Þetta er náttúrulega bara eiginlega huglægt mat og það sem líka bara smekkur nefndamanna og svo framvegis hlýtur að spila inn í. Já.
Sko, þú þekkir það sem fræðimaður, sem vísindamaður. Þannig að ef þú værir að sækja með einhverja stöðu, þá væri hort til birtinga, þá væri hort til rannsóknaðina, þá væri punktakerfi sem myndi ákvarða hvaða umsækjandi þessa stöðu er hæfari öðrum. Samkvæmt mælanlegum aðferðum. Er engin mælanleg aðferð þarna? Nei, auðvitað getur þess eitthvað svona fyrirbæri aldrei verið fyllilega mælanlegt, en það verður samt að miða við eitthvað og síðan alltaf verið að reyna, til þess að umsókninni þá maður að miklu púður í að fylla út vinnuáætlun og nú ég faktisk frekar skipulaður, ég skrifa bók á ári og ég veit nokkni hvað gera. En allir sem saman það að þetta mikla Excel-skjal hvað maður að gera í nákvæmlega hvaða mánuði hefur á endanum enga merkingu fyrir neinum. En þannig verið að reyna að gera umsóknina vísindalega sem hún alltaf getur ekki orðið. Þannig að er verið að breiða yfir það að þetta er persónulega ákvörðun á hverjum tíma? Einhver leyti er alltaf líka verið að bæta kerfið einhvern veginn án þess bara að kannski þóra að skoða það bara frá grunni. Hvernig tilkvæðis það? Er þetta hugsað sem nýræktarstyrkir? Er þetta hugsað sem föst laun, samt ekki föst? Er þetta hugsað sem einhvers konar heiðurslaun fyrir velunustarfum og þetta er allt saman í graut, sko. Og þannig að og enginn veit, jafnvel ekki, sko, öruggustu höfundar vita frá ári til árs hvort þið fái laun á næsta ári eða ekki. Sem er náttúrulega mjög undarleg stað að vera í og síðan sem fá sumir aldrei, stemmi sanna. Aðrir meina mann alltaf, en þetta þannig að það er svona ákveðin samfélag en raunverulega veit engin neitt. Þannig að það er... Svo er umræðan þessi mál alltaf mjög einkennileg. Það er hlegið að Stefáni Einari og þeim á Mogganum sem eru að verðleggja bækur út frá blaðsíðutali. Það er hlegið að því. Það er líka hlegið að því að sama fólkið fái nánast alltaf full riðlaun, en ef grannt er skoðað þá er kannski önnur hlið á þessu tvennu en að bara hlæja að því. Eða hvað? Hvað finnst þér? Já, maður myndi halda að það væri nauðsynlegt að ræða þessi mál vegna þess að launanefnd er í raun í praxis skoðananefnd sem að hún kannski á ekki að vera, en það er náttúrulega þannig að þau verk sem að menn skrifa, sem menn fá borga fyrir að skrifa, þau náttúrulega fá að vera til, en þeir sem fá aldrei pening til að skrifa, þeir hljóta á endanum að gefast upp. Þannig að þannig er náttúrulega ákveðið hvað fáið að verða til bara strax í grunninn. Og þetta er náttúrulega óbóðslega stór ákvörðun fyrir heilt málsamfélag og bara heila menningu fyrir 3 manns að taka frá ári til árs. Og við hljótum að geta fundið betra kerfi og ég reyndar með tillögu en kannski koma því á eftir vegna þess að ég er rétt að byrja. Ég er fastur í Úkraínu þar sem að ég kemst ekki heim og engin riðlaun, síðan náttúrulega er engin túrismi heldur en ég get ekki sem gæt sumarið en ég fæ sumarvinni á Sverri Jakobsson í háskólanum sem að vera atvinnuskapandi fyrir nema en er svo illa launuð að nemarnir sjá sér ekki hagið í en mér varst frábært að geta komist þarna að og geta fengið tækifæri til þess að stúdera Austurvíkinga og annað á fyrir 200.000 kall á mánuði. En það var mjög gott að bjargaði mér alveg. En í mildinni þá skrifaði ég bók í Kyiv þegar ég var fastur þar og hún kom út vorið 2021 og heitir Bjarmalönd og hún þá er Pútín með liðsöfn á landamærunum, þetta lítur illa út og bókin spyrst mjög vel út eða strax og hún fer í fyrsta sæti á almenna listanum, það er ekki bækur almenns eðlis og síðan gerist það í upphafi 2022 þegar allsherjarstríðið byrjar að þá náttúrulega er þetta bara einhver mest lesna bókin í bænum því að hún fer aftur fyrst þessa lista og þarna er já, hún þykir mjög góð held ég geti sagt og Gefur hann sjálfur út eða? Nei, það var aftur Mál og menning en þá er mann svolítið inn í hlýjunni, Mál og menning er gott forlag
Já, en þeir, vissulega, en þeir sjá ekki útlita ritlinum, þannig að þetta er svolítið, held ég meiri, eins og sagði ráðan, meðfætt heldur en áunnið, sko. En ég reyndar ferða svo að af því að það er allt svolítið hægt hjá málmenningu að ég fer yfir til Sölku sem er alveg frábær útgefandi. Svo mjög klárar og duglegar konur sem sjá það. Og nú er fyrst skiptið að æfinu komin á stöðu, ég get bara skrifa eins mikið og ég vil. Af því það er ekkert sem stoppar þar, það geta sinnt þessu og í kjölfarið fyrir ég að skrifa bók bara hverju ári. Já. Og þá bara gerir samning við forlagið að hvernig er þetta að semja? Það er bara ár fyrir ár, sko. Já. Það er ekkert öðruvís en það. Geturðu tapa peningi á því að gera samning við forlag? Nei. Sumir höfundar semja þannig við sum forlag að þeir þurfa að leggja fram tryggingu eða? Þá er það sem kallað í Englandi vanity publishing. Þetta er svona einhvers konar sjálfsútgáfa líka, sko. En þannig að það er nú dýllinn með útgefundur þannig að þeir taka alla áhættu sem er talsverð. Og taka nú líka stóran hluta sölulunum. Þú getur gefið út sjálfur, þá farið þetta sölulun, þá ertu að taka alla áhættu og sinna allir þessari vinnu sem að útgefandinn sinnir þar að auki, sko. Þannig að Nei, í versta fall hendur maður bara uppi með ekki neitt. En eftir Bjarmanum þá var ég nú komið með alveg einhvern lesendahóp sem þannig að þetta svona stendur undir sér. Síðan fyrir ég aftur til Úkraínu og legg mig þar í talsverða lífshættu eða fara fyrir raketár sem í Donbass og Dnipro og skrifa aðra bók sem heitir Stríðsbjarmar. Og kom út 23. Og í kjölfarið gerist kraftaverkið. Það fær 3 mánuði? Ég fæ 3 mánaða ritlun loksins. Og sama fólk í brúnni í ritlunarnefndinni þá hafði verið ára? Ég veit að, ég hef ekki bara vilja, sko. Nei, þú verður ekki vilja fara þessa? Nei, ég vil ekki vera, ég held bara að kerfið sem slíkt sé gallað, sko, ég vil ekki. En það er reglulega skiptum, þannig að það er alltaf verið að reyna svona að lappa upp á þetta, en kerfið er bara held ég gallað í sjálfu sér, sko. Það getur ekkert öðruvísi verið, heldur en að hver einasta einstaklingur á þessum 3 hlýtur að koma inn bara með sinn smekk og sín tengsl og sína sögu og allt það. Og ég veit alveg dæmi þess að einhverjir listu sem hafa allt bara vængast hagur þeirra vegna þess að einhverjir komin í nefndina og síðan dóttinir aftur þannig að þetta er allt svolítið svona handhafaskjönd. En ég fékk hana 3 mánaða ritlun og þetta er svona þægilegasti tími sem ég hef nokkuð tíma að lifa það sem ég þarf ekki að kvíða öllum mánaðamótum því þegar reikningarnir kom inn en engin laun. Bara í 3 mánuði, í hverjum einasti mánaðamót, það bara kom peningurinn á reikningin. Það var bara nýtt fyrir þig? Ég hef aldrei upplifað það áður og ég þurfti ekkert að gera nema það sem ég var að gera hvort þið er. Og samt erum við ekki að tala um hærri greiðslu en 450-480.000 króna verktakalaun eða eitthvað. Já, hvort að þessi komið upp í 550 þarna. 550 kannski. Já, þannig að hvort þessi nálgast 60.000 skall. Nei, þetta var útrúlega umræður. Já, þú sannlega ekki verið ofalinn í tímans rás. Nei, en það var gaman að prófa þetta einu svona, sjá hvernig það er bara að fá borgað fyrir að skrifa. Og ég skrifaði náttúrulega bók sem var allt og löng, 160.000 orði, það sker hann niður í Já, það er mikið 140, en samt lengsta bókin mín og síðan sendi ég hana í yfirlestur og skrifa aðra með hann bara, þú veist, loksins fæ ég hana geti gert allt það sem er langar til að gera en þarna hélt ég líka eftir að því að margir hefur sagt þetta sko, það tekur langan tíma að komast inn en þú bara vera þolinmóður og endanum þá kemstu inn og að því ég hef nú staðið fullkomlega í skilum, ég hef gert það sem ég átti að gera, gert það sem ég fekk styrk til að gera. Bókin kom út haustið 24, Berlínarbjarmar. Þá ég held ég að núna myndi ég kannski halda áfram að fá ritlun, kannski aftur 3 mánuði og síðan 6 og bara heiminn á fullir af möguleikum, en nei, í staðinn er ég strax tekinn aftur af ritlunum og þá svona fer ég að vera svolítið uppgefin því ég sé það að það er bara ekkert samræmið þarna á milli neins. Veit aldrei frá Ára Klaus nema ég get svona nokknir tekið sem gefnum hluta, ég fæ ekki ritlun. Og svo bók sem ég sótti fyrir þá, hún sem er ritlunarnefnd sem standi einskisvirði, hún heit Grænland og fólkið sem hvarf, hún kom út í fyrra og hún seldist vel, fór í annað upplag, hún
fór líka síðan eftir að Trump fór á stað í fyrsta sæti hérna listans sínum gera og hún núna kom út á Bengali og Hindi. Nú, já, veit það mikið með það. Já, nú myndur halda kannski að byrna sér unni nema hvað að... Færðu tekjur af þýðinguna? Já, en þetta upplægið ekki nema 200 eintök á hvoru máli. Já, ég skil. Þannig að ég fæ eitthvað svona 20.000 kall fyrir hvort. Já. Þannig að það ekki hérna... Nei. Myndi halda að svona bók í starta filmæstaríki heims að það væri byrnin inn. Þetta eru 40 rækjusamlokur. Já, það nú alveg bara heilt mánuður. Já. Þetta að komast að. Og þannig ég bara sitt í samhengi á því að hérna ef bókin selst ágætlega og sem að mín að gera svona sæmilega, þá ertu kannski að fá svona 1,5 milljón á ári og það vissulega munar það er að lifa því kannski hálft ára á rækjusamlokum, en ekki heilt. Þannig að það þarf eitthvað meira til. Og þess vegna eru ritin bara svo mikilvæga því í svona litlu umhverfi, þá getur ekki lifað af sölu nema bara allra kannski stærstu krimahöfundur eða eitthvað þannig. Þarf eitthvað meira að koma til og það er svo erfitt, þetta kerfi er til en þú er ekki aðgang að því hvað gerur þá og hérna síðan gerði ég það að ég fór til Afríku í hérna lok síðasta árs og lendi þar í tvöföldu óhappi að ég hérna fótbrotnaði, aðeins að vita því en gekk í 2 mánuði á brotin en síðan fór ég til læknis og kom ljós við fótbrotin og sömu viku þá ætlaði ég að taka út pening fyrir leigunni og bankinn át peninginn, þannig að hann kom aldrei út. Og ég er að reyna að fá það endurgreitt. En þá var ég alveg gersamlega komin á hausinn og og þetta er náttúrulega búin að vera tekjulaus alltaf, það náttúrulega áttu ekkert til vara. Og það er kannski einn ástæða fyrir því ég forðaðist að fara til læknis svona lengi var vegna þess að ég vildi ekki lenda í þeim auka kostnaði. Þú áttir bara ekki pening? Síðan kom í ljós að þetta kostaði nú ekki með 500 skall, en eftir ég kom heim og ég var svo illa staddur, ég blaðamaður sem að fjalla þetta, þannig að ég bara setja reikningsnúmer í grein og ég sagði, nei, hvað er þetta að tala um? Síðan fór ég að hugsa, er það kannski bara lausnin að ef að peningar frá almenning sem koma frá almenning skila sér ekki til rithöfundi í gegnum ritlunarkerfið, þá maður þá ekki bara vilja til fólks beint. Og ég setti inn reikningsnúmerið á Facebook og það söfnuðist alveg 400.000 krónur frá fólki sem að ég í flestum tilfellum þekki lítið sem ekkert. Það er gaman að heyra. Já, það þótti mér óbúslega væntum og ég komst heim og þá þá þurfti ég að fara í svo mikla rannsóknir hér að það setti mig aftur á hausinn og 80 skall fyrir að fara í þessa sneiðmyndatöku og... Já, þetta var eitthvað með lyfjakostnaði var þetta 120.000 skall en það var bara mér ofviða og síðan náttúrulega er þannig að ég á ekki að borga nema 37.000 skall en ég borgaði samt og að fá það endurgreitt en einhvern veginn þá bendir sjúkratryggingar á Dómsmedica bara skuldatryggingar, þetta er bara horfið í kerfinu, kannski kemur þetta á endanum en þetta er svo gallilega því við erum svona hálf einkavætt kerfi að það veit enginn hvernig það virkar og hlutin er bara tínast sko á meðan maður endur með að borga miklu meira en maður á að gera. Og ég aftur út neða kall og ég fekk aftur 400.000 kall og það bjargaði mér aftur en núna er að nálgast mánaðamót aftur og það vantar kannski svona 20-30 kall upp á að þetta virki en ég ætla nú samt að reyna að hafa það af núna. Býrðu í leiguhúsnæði? Nei, það er náttúrulega sem ég gert þetta allt saman mögulegt er það að ég hef aldrei fluttað heimann. Já. Ég bjó hjá ömmu minni alla tíð og hún keypti í matinn og eldaði síðan fyrir hann snúast við og ég fór að elda fyrir hana en síðan bara hún látin og ég býði ennþá í því húsnæði. Já. Þannig að einmitt eins og þú segir það skýrir það að þú ert bara uppistandandi. Já. Fjárhagslega. Já. Því að það er þannig getur maður komist að með lítið en það verður samt að vera eitthvað það verður að vera eitthvað. Og það að vera tekjulaus er ákveðið ævintýri þegar maður rungur og hraustur en það verður minna ævintýri. Já, láttu mig þekki það. Förum þá aftur að þessari ákvörðuninni fyrir nokkrum vikum eða kannski mánuðir liðnir að greina frá þessu á Facebook með gagnsæjum hætti. Ég nefndi hugrekki, við komum inn á það áðan.
að manni hefur verið kennt það að ef maður styggir goðin sem hafa fjárhagslega framtíð margra í höndunum þá sín ekki vona á góðu. Nei. Hugsaður sem svo að þú hefðir engu að tapa. Já. Ég er alveg komin á þann stað að ég hef engu að tapa lengur og já, kannski þarf hugrekki í það að benda á hvernig hluturinn. Nei, en þetta er, þú veist, þegar maður er ungur og þú veist, þá býður maður alltaf eftir því að bara tíminn komi að það komi að manni. Maður sé einhvern veginn alltaf næstur, en síðan er maður alltaf næstur og en þegar maður er orðin 50 eins og ég er að verða í ár, þá er þessi fjárhagslega framtíð, bara þessi framtíð er ekkert endalaus, sko. Og vinur minn dó í fyrra sem hafði sótt rillun alltaf tíð og gamall ég og síðan bara fekk aldrei að skrifa stórverki, skrifa smærri verk og maður með bullandi hæfileika Já, og þetta verið það, en síðan er bara tíminn hans búinn, sko, og Ertu að tala um Ásgeir? Ég er að tala um Ásgeir Jónsson, já. Já, þá, þú veist, og síðan er maður 60, 70 og segja, hverju fekk ég aldrei rillun, sko, en ég er ennþá í fullu fjöri, ég er að skrifa bók núna sem kemur út í haust og og búin að skrifa upp á samningu það en það er bara svolítið fara að koma að þeim stað að ég get eiginlega ekki meir. Það tekjuleysið er farið að verða það líjandi, maður getur náttúrulega keyrt áfram af einhverju orku og bara einhverju tjáningu og þörfa því maður getur ekki annað. Og Valur, þótt maður beri sig vel, eins og þú ert að gera í viðtali eins og þessu, þá finnur þú fyrir höggunum sem þú fengið á bringspalirnar í áratugunar Rás, ekki satt? Jú, þetta lítur nú að einhverju mesta baráttusaga íslenskra bókmynda síðan Birkiland var á sko, en þetta er ekki sálrænt fyrst og fremst, ég meina, þetta er náttúrulega bara praktískt vandamál. Hvernig á ég að borga reikningana, sem kannski er ekki mjög háir, en hvernig á að borga þá mánaðamótin og hvernig á bara hafa það af frá degi til dag, sko. Praktískt sannarlega, en er það ekki líka einhver leið til sjálfsmyndalegt? Þarf maður ekki einhverja hvatningu, einhverja viðurkenningu utanfrá til þess að halda áfram að kynda eldin í æðunum og djöflast áfram, því að það er ekki eins og þessi gáfulegt starf að vera rithöfundur. Þetta er sennilega heimskulegasta sem getur gert í einhverju skilningu. En nei, ég fæ nefnilega þetta. Ég fæ þetta reyndar ekki, sko, það er engin ættingir kringum mig, það er þá vonastlýsi fá mér alveg vinnu, en það er nú ekki, þú veist, það er nú ekki lengra síðan í gær að ég var í strætó og þá haldraði maður að mér og þakkaði mig fyrir bækurnar mínar, sko. Þannig þetta er eitthvað sem ég upplifi nánast daglega. Í mínum huga, Valur, er eiginlega ekki til betri alvöru vinna en svo að vera rithöfundur. Hæfileikarnir sem þarf til þess að skrifa góða bók, vinnusemin, bara eiginleikarnir sem þú þarft að hafa til þess að ná öllum þráðum saman í eitthvað skiljanlegt sem gefur öðrum. Það er náttúrulega ekki hægt að finna heiðarlegri og merkilegri vinnu heldur en þá að vera rithöfundur. Já, þetta er köllun sem að sumir eru haldnir og þeir sem eru haldnir henni verða einhvern veginn bara að sinna henni sama hvað, sko. Síðan verður maður bara einhvern veginn að finna einhverja leið til þess að láta það ganga upp. Hugsaðu þér gjöfina sem þú gefur lesanda, að færðir lesanda til þess að sjá hluti í nýju ljósi, hugsa hluti upp og nýtt og allar una stundirnar sem við sem lesendur höfundaverka annarra höfunda höfum notið. Já, en þá erum við kannski líka komnir að öðru sem gæti verið möguleg lausn, sem er að, þú veist, útgefandi gefa út bækur, það er seljast ekki, en það er bara markaðsdrifið, en við erum líka með sósíalistkerfi sem heitir bókasöfn. Og það er náttúrulega frábært að það skulle vera til bókasöfn þar sem fólk getur komið og lesið endurgjaldslaust og fólk sem náttúrulega alls konar stöðu annars. Heldur betur. En eitt síðasta vígi til að falla, það er með sundlugarnar ennþá á bókasöfnin, mann finnst að hitt sé meirum en að farið. Já, og bókasöfnin eru ennþá ókeypis að mestu leyti. Strætóreindar, erum við að það með? Já, þar hittum maður lesendur. En og nú eru það eitthvað hátt í 1000 manns á ári sem að fá mína bækur lánar á bókasöfnum. Og sem að er þá samnast saman í nokkra þúsundir, 10.000 og svo framvegis. Og ég fagna því og það er frábært. En það má spyrja maður sig, því þannig er ég að búa til eitthvað efni, afþreyingarefni, fræðsluefni, sem að er síðan
gefið borginni sem borgin síðan gefur lesendum. Já, og sko hlutild þín fyrir 1000 útlán peningalega, það er mjög lág fjárhæð fyrir þá sem ekki veita. Já, þetta er svona 100 kall per útlán. Já, það er ekki meira. Nei, en það sem náttúrulega þetta er undarlegt þetta er að sko að rithöfundur hliðina á mér, hann er kannski á fullum launum fyrir að skrifa bækur sem að síðan brata endurslaust og sem er gott í hendur almennings. Já. Þannig að ef það ætti að hafa þetta kerfi, jú það er náttúrulega hægt að tala um þetta svona punktakerfi, það sem þú bara vinnu þig smá saman upp. En það er líka spurningum bara að lesendur sjálfur fái ákveða hvað þeir lesa og í framhaldinu hvað kemur út. Að hort verði til mælinga eins og þeirra hvort bækur eru lesnar á bókasöfnum og fleira. Það mætti hugsa sér til dæmis með sko í staðinn frá 100 kall per bók og það væri per útlán og það væri 1000 kall per útlán. Og þá myndi ég vera að fá kannski hátt í 1 milljón þarna sem er innan við 2 mánuður í illum, en það er samt miklu meira heldur en ég er að fá. Þannig að í staðinn þetta myndi vera mjög virkt lýðræði í staðinn fyrir mjög misupplýst einveldi. Það sem bara lesendur sjálfur geta ákveð og þannig að ég er það bara í samræmi raunverulega við vinnu hvers og eins. Allir myndi fá eitthvað, sem myndi auðvitað fá meira og síðan myndi með svona tíð og tíma myndi byggjast upp náttúrulega starra safna af bókum sem að þannig að það myndi líka eitthvað aukast með árunum. Já. Sko ég hef eiginlega alla mína blaðamennsku tíð sóst eftir viðmælendum sem gagnrýna núverandi kerfi og þau kerfi sem við höfum vanist að séu við lýði og mér finnst mikil fengur í því að fá því hér á Rauða borgin til að ræða þetta mál með gaggrínum hætti. Þú sagðir geðþótta ákvörðun og það er í sjálfu sér alveg hægt að fallast á það að þetta séu alltaf einhverju leyti geðþótta ákvörðun. Ég er saman hvernig það er orðað innan smekks ákvörðun eða hvernig sem það er, en þetta er bara ákvörðun sem er tekin og það er engin annar vinnustaðar þar sem þú myndir mæta og það er bara nefnd sem ákvörður, sko, þessi fær laun fyrir árið, þessi fær ekki neitt, þessi fær eitthvað smá. Við vitum að það eru tengsl á milli fólksins í ritlaunanefndinni og sumra umsækjenda. Við vitum að það er einhver svona konsensus í samfélaginu að sumir rithöfundar séu bara áskrifundur að þessum launum og það má alveg spyrja sig hvort það sé eðlilegt, en við vitum það líka í hvers skipti sem einhver spyr einhverja spurninga þá rís menningarelitan upp á afturlappirnar og sussar og segir það gleymist nú að gera hérna ráð fyrir þessu og svona. Ég held að þetta sé eins með alla kima samfélagsins. Við þurfum að veita þeim sem veita ritlaun aðhald með sama hættu við þurfum að veita þeim sem veita blaðamannaverlaun aðhald, hvort sem það heitir blaðamannafélagið, tengsl, klíkur, nálæðarvandi, bækurnar sem eru að koma út, tónlistarheimurinn, aðrar listgreinar, viðskiptalífið á Íslandi. Við erum öll meirum minna því marki brennt að það er erfiðar en ella að taka faglegar ákvarðanir út af því hvernig við tengjumst og venslumst og en það sem ég skil ekki með við höfundaverkið þitt það er að þú sért alltaf í kuldanum fyrir utan þessa 3 mánuði. Ég næði ekki. Nei. Þú ert einn örfárra sem leggur alltaf allt undir, sýnir þjóðinni og samfélaginu það að þetta er það sem að þú hjartað tikkar fyrir. Heldur að þetta geti verið eitthvað persónulegt? Ég held ekki. Ég held að sko enginn hafi neitt á móti mér þannig séð, en ég held líka að sé enginn með mér. Og það er það sem að máli skiptir. Ef enginn er með þér þá náttúrulega fara ekki að vera með. Ég hef nú að tala um annan rithöfundur sem að skrifa 10 bóka og stundum fengið stundum ekki. Hann var að benda á að hann ólst ekki upp á Íslandi ekki á ólíksárum og ég gerði það faktist ekki heldur þó að ég geti rækið ætti minni aftur til Egils Skallgrímssonar þá ólst ég upp í Bretland og Noregi sem að sem er nú kannski ekki mjög langt í burtu en sérstaklega á þeim tíma þá var það svolítið annað að koma heim. Þú ert eins og við sem komum utan að landi fluttum til Reykjavíkur og höfum aldrei átt séns á neinum ritlunum bara því að enginn þekkti okkur fyrstu 20 árin. Ég held bara að þetta sé svolítið þannig að tengslin myndast svo snemma. Þannig að jafnvel bara þú missir úr þetta nokkur ár
þá einhvern veginn kemstu aldrei fyllilega inn, sko. Ég er bara algjörlega sammála. Og svo erum við líka með saman fólkið í menningarbrúnni áratugum saman sem að ræður hvernig skuli rætt þennan höfund, hverjum skuli hampað og hverjum ekki. Það er ekkert gott heldur að við séum með fólk áratugum saman hjá ríkisstofnunum sem hafa mjög mikið að segja smekk almennings og bara engin nýliðun. Nei, það er náttúrulega ágætt samstundum að hafa einhverju bókmenntabá, en sko þegar ég var að tala gagnrýni eða jafnvel verðlaun, þá mega það vera geðþótta ákveðnir vegna þá byggir bara á smekk hvers og eins. En það fá bara alls konar fólk til þess að taka, er ekki alltaf sama fólki áratugum saman. Jú, en ef við erum að tala eitthvað sem eru bara hreint og beint sko lífsafkoma fólks, þá verðum við bara eiginlega að beita einhverjum öðrum mælikvörðum heldur en bara mér finnst, sko. Já. Ég er sammála þér. Eigum að vænta þess að þetta spjall okkar núna að geti kallað á einhverju viðbrögð. Mér þætti akkur í því að kalla einhverja hinum megin við borðið að þessari umræðu. Jú. Myndir þú vilja taka sjálfur þátt í framhaldsumræðu eða myndir þú vilja bara að ég myndi spjalla við þetta fólk? Já, eins og komið fram, þá náttúrulega hef ég engu að tapa lengur og ég náttúrulega vona bara innilega að þeir sem eru betur settir eru reiðbúin til að velta upp öðrum möguleikum en líka komið fram. Það er nú þannig að þeir sem að græða á núverandi kerfi vilja viðhalda því, þeir sem eru hlunnfarnir vilja breyta því, en einhvern veginn breyta slutinu nú samt á endanum oft. Ég held að þetta maður halda þessari umræðu áfram. Ég held að það sé ekki gott hvað hann hefur verið skautuð, annarkvort allir fíbl í þessa áttina eða allir fíbl í hina áttina. Ég held að við þurfum einhvern veginn að átta okkur á því að þetta er umdeilanlegt kerfi, það er ekki fullkomið, það er hvorki algalið né fullkomið, en það er áhugavert að sumir falla alltaf á milli skips og bryggju og meðan aðrir fá alltaf alveg sama hvað þeir eru að gera. Já, það er að telja blasin en einhverjum mælikvarða höfum að hafa. En þetta er líka sko að því að þetta verður svo oft bara umræða eftir með eða móti ritlunum sem eftir með eða móti listin, eftir með eða móti menningunni. Þetta snýst ekki það, þetta snýst hvers konar fyrirkomulag við viljum hafa á menningu og mál í þessu pínulitla samfélagi okkar. Heyrðu, ég ætla að hóa oftar í þig, Valur, og til dæmis manneskja sem dettur í hug er bara formaður Rithöfundasambandsins, Margrét Tryggvadóttir, fólk sem hefur setið í þessari ritlunarnefnd og svo getur verið gott að fá einhvern að borðinu líka sem að finnst bara svona opinbert kerfi yfir höfuð gallað og vilja taka upp einhverja nýjar aðferðir. Þannig að ef ekki segja að þetta sé bara upptæktur af frekari umræðu. Kæra þakkir fyrir að koma, Valur. Jú, við sjáum til hvað gerist. Við sjáum til hvað gerist og takk fyrir að ræða þetta á þeim nótum sem þú hefur gert og við ætlum að halda áfram með umræðum listir þótt næsti kafli verður nú kannski ekki eins gagnrýninn og spyrja ekki eins álítanna spurninga eins og þetta spjall við Val Gunnarsson, rithöfund og sagnfræðing. Við ætlum yfir í tónlist eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Sælverði, Ásdís Olsen heiti ég og í dag hún Matthilda Gregorsdóttir hjá mér sem brautryðjandi á mörgum sviðum hérna á Íslandi. Hún MCC markþjálfi, hún svona tantra sérfræðingur og hún hefur til dæmis skrifað bók kynlíf sem heitir Kynlíf á hverjum degi, eða Kynlíf every day og í dag ætlum við að tala kynorku og nánd og Bliss Mastery sem svona nýtt námskeið sem hún að vinna með hérna á Íslandi og ýmislegt fleira tengt þessum tantrafræðum sem þá umræðefni dagsins.
Og hvað segirðu það? Bliss Mastery, ef við getum bara að byrja þar. Já, það góð staður að byrja á. Er það ekki? Jú. Bliss tengir maður við eitthvað svona ótrúlega vellíðan á einhverju herra vitundastíði bara. Já, en kannski snýstu að upplifa bliss bara allan tíman og í virka daginn. Bara í lífinu? Já, í lífinu. Að vera svo opinn, að hafa eins og þjálfa líkamann sinn, sem hann svo opinn, sem hann líður bara víbrerandi, titrandi, bara allan tíman. Mér langar svo að læra þetta. Þú ert semst að segja að við getum með því að vera með kynorkuna vakandi í okkur, þá getum við verið bara í þessu bliss ástandi allan dag. Já, ég vissi ekki að það var svoleiðis, en það svoleiðis í mín líkamann núna, svo upplifi ég bara víbreringar og eins og það hægt að segja orgasmic bliss bara allan tíman í raun. Það bara fullnægingar bliss allan daginn. Já, það nefnilega hægt að segja að orkan bara stoppar ekki, hann bara eitt flæði og svona á það held ég að vera í raun. Já. Þetta eitthvað sem við ætlum bara að læra hérna í dag. Það ekki getur bara sagt hvernig við getum verið í þessari orku þannig að við séum að upplifa þessa, já, fullnægingar sem sagt tilfinningar og hreyfingar í líkamanum allan daginn. Já, þetta í raun, það svo margt sem spilar inn í okkar huga til dæmis, lokar fullt. Við erum þjálfaða að loka, vera hrædd og við erum bara í mannlegt eðli virðist vera, svo erum við bara hrædd. Við erum hrædd fyrir allt mögulegt, við erum hrædd fyrir veður, við erum hrædd fyrir næsta nágranni, við erum hrædd við höfnun, það segna loku við. Já, svo hugan eitt sem þarf að þjálfa til að bara í raun meðvetað vera í möguleika og meðvetað bjóða inn það sem fallegt og meðvetað hjálpa sjálfan sig og slaka á. Þetta algjör list. Þetta nefnilega, flókið og þú ert í raun að segja bara í mannlegu eðli væri það líklega eðlilegast í heimi að vera með þessa orku bara flæðandi en í okkar siðmenningu og kannski með okkar uppeldis aðferðum eða hvað, þá höfum við svona lokað á og heft okkur frá þessu eða hvað. Ég nefnilega held að einu sinni þurfti við vera hrædd fyrir allt mögulegt. Já. Og út af því við vorum í lífshættu. Já, og manneskjan leikir alls konar valdaleikir við hver öðrum í hierarkíir, svo við viljum hræða til að stjórna öðrum og alls konar. Og kannski var það nauðsyn einu sinni. Já, en það skilvirkt? Framleiðir og aðilar kreatífa og skapandi þegar það hrædd? Svarið náttúrulega nei. Af því ef man dregur að sér og í hræðslu, þá man ekki skapandi. Já, svo það miklu meira framleiðinni, það miklu meira hagur fyrir allir að fólk brosandi og afslappaði og í sköpuna máttin sín. Og í trausti. Þannig að kannski traust, kannski aðalverkefni í þessu að komast úr óttanum í öryggi og traust. Já, og hver á mann að trausta? Já. Ef maður reynir að treysta allir hinn, þá svolítið flókið af því maður getur ekki stjórna þeim. Svo allt sem það snýst í sig sjálfan. Já. Og það svo geðveikt spennandi. Að því maður getur vinna með sjálfan sig, með öndun sín, með hugleislur, með nándaræfingar, sem maður getur þjálfa svo mikið. Ef það snýst mig, þá hef ég völdin. Já. Þá hef ég öll verkfæri í höndum mínum. Og þannig að þetta áhugavert í þessu samhengi, eins og þú ert að segja að þú ert að vinna með svona sjálfsást og að skilja sjálfan þig og treysta sjálfum þér. Já, ef við tölum þessa aðferði sem ég notar, ég vil gjarna að virðisvera sem líf mitt snýst bara að styðja þróun. Já, svo skilvirkast aðferðina til að styðja fólki sín vöxtur. Það það sem svona kveikir í mig. Já. Já, þess vegna hef ég
hægt að segja að ég kom með markþjálfa aðferðin til landsins og hef verið í því í mörg ár núna. Já. Að því þar erum við að byggja okkur sjálf upp svo við getum styðja öðrum í sínum vexti. Já. Sem náttúrulega fyrir stjórnendur eða foreldrar eða man vil styðja þau sem er kringum sig. Það fyrir bara hver og ein í raun. Má ég aðeins kannski þá byrja á að kynna þig út af því að ég heyra þetta og hlustendur heyra að þú talar íslensku næstu fullkomlega en þú ert sænsk og flutti hingað til lands til þess að vera með manninu þínum, eða ekki? Jú, ég kynnist íslenska mannin minn og við flytjum til Íslands. Já. Og svo ertu í rauninni, fyrsta skipt sem ég heyri talað um markþjálfun, það var þegar að þú varst að bjóða þín, svona fyrstu námskeið hérna í Íslandi, í þínum markþjálfunarskóla sem heitir Evolvia. Já, Evolvia sem sagt, en við byrjum og bjóða og tala um markþjálfun 2004. Já. Svo það er orðin þó nokkur ár síðan. 22 ár síðan að það gerðist. Já. Og þú ert sérstök inn í þeim heimi út af því að það er einmitt, þú ert að vinna mikið með þessa, sjálfstyrkingar og sjálfsástar þáttinn og möguleika vítin. Ég heyrði það orð líka hjá þér og ég minnist það stundum, möguleika vítin. Þannig að þú ert líka bara fulltrúi fyrir það að það er allt hægt og og það við þurfum bara að vita hvert við viljum fara og hvað við viljum til þess að komast þangað. Já, það er svo margt í það sem við erum að segja. Möguleika vitin ég er nefnilega mentuð einn hönnuður. Foreldrar mínar er arkitektar. Svo þegar ég ætlaði að velja háskólanám, þá ætlaði ég að gera eitthvað allt annað en þeim og valdi einn hönnun sem er náttúrulega dóta arkitekt í raun, sem er bara mjög fyndið. Svo það var flott mastersnám í háskólan í einnhönnun, ógeðslega spennandi og æðislega en svo get ég ekki sitja og horfa niður eingöngu, heldur líf mitt snýst að styðja fólk í þessi þróun. Svo það sem þarf er að tengjast það sem hjarta slær fyrir og við erum ekki kannski and og vant, þú veist, að fá svo spurning, hvað slær hjarta þitt fyrir? Hvar er ástríðan þín? Já. Að því áður fyrr þá kom, hvað á að gera í lífi kom frá kannski það sem hann erfði, hann var bara skósmiður að því pappi var skósmiður, það kom utanfrá. Eða fjölskyldan er læknar sem við erum öll læknar. En hvað slær hjarta mitt fyrir? Og hvernig gerist þetta hjá þér? Þegar þú áttar þig á því hvar ástríðan því liggur? Já, það hef gert svo mörg oft og gerist ennþá. Dýpur og áfram. Jú, ég bara er að það sem ég eldir er það sem kveikir í mig. Svo það sem er spennandi, það er þegar maður byrja að hafa ástríðan sem áttaviti. Ástríðan sem áttaviti, þú talar í svo flottum frösum hérna. Já, það er líka því ég svíi, svo ég er býr til mín einingin tungumál, ég hef búið til fjölda orð, bara hugtök. Já, þú ert skapandi með íslenskunna. Já, ég er það, en ég er líka tek atvinnu aðstóð í því, nýyrða hönnur, er búin að hjálpa mig mörg oft til að búa til ýmis ný. Já, út af því að þú ert í rauninni að ryðja braut og þarft orð yfir það sem þú ert að gera. Já, ég vil lýsa nýja hlutir. Já. En að því það sem það snýstum er að hvað ef við getum verið þjóðfélag sem er ástríðu drifið. Já. Svo það sem ég nota daginn mín í er það sem ástríðan mín kallar á. Svo það er gaman, svo ég er uppfyllt, svo ég er íkveitt, svo ég er turned on, þú veist, af að það er spennandi að lifa og fást við það sem ég er að fást við alla daga, allan tíma. Og þetta tengist orku og kynorku, ástríða að vera einhvern veginn með þetta lifandi, þetta innra líf, leiðir þið áfram. Já, mitt ferðalag hef verið að mörg ár í samtal sem er í raun haus og hjarta er hægt að segja. Já, en allt einu sem var það ekki nóg, allt einu sem byrja líkamann mín að bubla og róta chakrat eða lengri niður og kinnfærin og fleira. Og þá finn ég þessi heila svið líka sem tengist tantra og öðrum andlega iðganir sem er svo spennandi þar sem
mann í raun lærir eigin orka að losa skammir og allt sem neðbælt og allt sem maður má ekki tala það sem fyrir neðan mittið og sem bara það fallegast sem til Það er sérkennilegt hvernig skömmin fer og hérna fyrirstaða hræðsla aftur og mjög góð leið til að hræða fólk og stjórna fólk. Mér langar rosa mikið að tala þetta og ég veit ekki, förum bara beint í það. Hvað er það helsta sem fólk þarf að vinna með til þess að komast í það að vera í kynorkunni sinni og geta einhvern veginn nýtt á orku í lífinu sínu? Og hvað æðisleg spurning. Mitt svar í þetta augnablik að leyfa sig og játa til að ég finn kynorka og að kynorkan falleg. Í mitt ferðalag þá fatta ég líka að gamla hugsunin minn var svona bara núna ég turned on, ég kona, ég má ekki vera turned on. Ég þarf að taka þetta í burtu eins fljótu og get. Þú veist að man bara prógramerar vant eða eitthvað. Prógrameringin sem við fáum. Já, eða bara vanþekking umhverfis. Nei. Það má ekki sjást. Nei, það má ekki vita. Nei, man á að vera flott kona, man á ekki vera svona turned on. Og þetta bara gerast inn í svefnherbergi. Já, akkurat. Svo það fyrsta raun og játa til ég kynvera. Ég finn kynorka. Ég gerir svona alda. Fyrir mig það þetta eins og alda sem svona reyfi sig gegn líkamann og síðan snýst að finna mismunandi til dæmis kundalini yoga sem núna algengt. Kundalini lífsorka. Það í raun allt sama. Já, en það ekki svo oft kannski talað það í tengsl við kynorka svo oft kannski, en allt snýst að frelsa okkur eigin líkamar og sál og få vera svo sem við erum. Er ástæðs að tala jógafræðin í tengslum við þessa umræðu? Ég engin sérfræðing í því, en þetta kemur þaðan úr kundalini jógafræðunum? Eða tantra heimsbyggin eða hvað? Núna ég ekki sérfræðing í hvaðan allt kemur. Það bara einhver annar þarf að... Ég kundalini jógakennari. Já, það frábært, þú kann meira þetta. En það að opna liðamót, að leyfa orkan streyma gegn heila líkamann og stöðut vera og viðhalda eigin líkama hjálpar kynorkan, hjálpar lífsorkan og hún falleg og fegurð og á að vera með okkar allan tíman. Ok, getur þú lýst í þá hvaða skref þarf að taka eins og bara fyrir, venjuleg skrifstofufólk sem kemur á námskeið hjá þér. Hvaða skref þarf að taka, hvaða leiðsögn ertu að veita til þess að aðstofa fólk inn í þetta inn í þessa tengingu? Ég var bara svo glöð þegar ég fær svona spurningar. Þú kenndi við markþjálfun. Já, akkurat. Að mikið svona snýst að viðvera, að vera viðstað og finna bara akkurat í augnabliki hvar lífsorkan minn, hvernig líður mér innra með mér. Já. Og svo náttúrulega fullt af fegurð að við snerting til dæmis náttúrulega bara vanmetin, segi ég. Bæði orka, núna erum við að tala fleira hlutir. Meðvetin snerting náttúrulega stórt, rosalega spennandi verkfæri að við það örvar orkan í líkamann og við finnum þá þegar skynjum. Bara við snertum okkur eða þegar við erum snert? Já, bæði og. Þegar við æfum, þegar eins og námskeið samhengi, þá getum við bæði gera æfingar það sem við erum að rannsaka okkur sjálf og við fáum annan líkama til að rannsaka. Og við fáum að upplifa að vera snortin. Og þegar ég á alltaf fyrir hvað þarf að gerast fyrst og því að sumir ekki einu sinni tengdir líkama sínum, kunni ekki almennilega að finna fyrir bara, jáfnvel, bara, skynni ekki almennilega líkamann og þegar þeir eru svo mikið í huganum. Það eru löng leið fyrir marga að fara inn í þessa skynjun sem þú ert að tala og í orkuna sína. En bæði og að því kannski stutt, kannski rétt hjá. Já. Mín reynsla segir að rétt hjá, að ekki langt. Já. Neitt. Já, svo minnst að fæsta, þegar maður byrjar að vera vera viðstætt við eigin orka og eigin skynjun, myndi ég segja, eins og bara að skynja
loftið. Já. Akkurat í augnablikinu. Mhm. Já, þá byrja mann hafa aðgang af mikið ríki dæmi. Ég að hugsa núna bara til dæmis að inntaka eitthvað í munnin. Já, finna bragð. Finna bragð og finna strúktúr og það eitthvað meir. Ég meina, það heil heimur sem við erum ekki að nota. Já. Sem ofsalega sensual og vekjandi sem hægt svo þegar við hægjum á allt þá byrjum við að nálgast mikið spennandi. En getur þú rakið bara svona til þess að fá svona einhverja mynd af þessu ferli sem þarf að eiga sér stað til þess að geta komist í þessa tengingu við kynorkuna sína á þennan hátt að vera þar einhvern veginn vakandi alla daga. Það spennandi hugsun. Getur þú séð fyrir ef að ég kemi bara námskeið hjá þér, hvaða skref þarf að fara í gegnum og hvaða æfingar og bara hvernig væri hægt að vinna þetta og jafnvel átt þú örugglega dæmi einhvern sem að þú hefur fylgt eftir í gegnum eitthvað ferli og fengið þessa umbreytingu sem að í boði. Það í raun, það snýst mikið að vera viðstadd eða skoða kannski eigin hindranir, skoða þegar við tölum hugsanir kannski, hvernig hef ég verið að bæla sjálfan mig niður, svo byrja að vera vör við hvernig ég að loka á sjálfan mig og jafnvel byrja að segja hvernig get ég tala mig upp eða tala mig. Já, ég heldur verðum að nota dæmi. Já. Áttu eitthvað dæmi einhvern einstakling sem að þú mættir og gast gefið leiðbeiningar eða þitt eigi ferli, fyrst uppgötaði þetta, svo áttaði ég mig á þessu, skilur. Já, ég get kannski halda áfram bara með mína sögu, af því mína sögu var til dæmis þegar ég átta mig af, það svo mikið af kynorka hvað ég gera við hann. Já, það var ein svona neðubælandi hugsun sem ég var með að ég má ekki finna svona og líða svona vel í líkamann, það má ekki. Já, svo ég bældi það niður og ítti það í burt eða svo þurfti ég að sé til að ég fekk fullnæging svo það hvarf sem fyrst. Fá útrás bara fyrir það. Já, bara að því það má ekki vera. Já, hvað heldur þú sé gömul þegar þú ferð að svona velta þessu fyrir? Þetta bara 2008 byrjum við að stunda kynlíf daglega, ég og maður minn. Já. Svo það nokkur ár eftir því. Já, það nokkur árum seinna. Þannig að þú búin að eignast börn og vera í hjónabandi og þegar þú ferð að átta þig á þessari skömm eða... Já, algjörlega. Svo frekar seint eða það mismunandi bara, það aldrei seint eða snemma finnst mér, þetta bara lífið. Já, en það að skilja að nautnin í raun ríkidæmi og að við getum upplifa nautn og þarf ekki fjarlægan að hljóma kannski afturbak snúi, ég veit ekki, en í raun kannski getur hver og ein upplifa eigin nautn í líkamann hvenær sem allan tíman. Það náttúrulega nautn ríkidæmi, ég líka búin að skrifa það hérna hjá mér sem nýtt slagorð. Já, þú þarf að rétta mig líka þegar ég notar villisorð. Já, nei, þetta alveg frábært að orða þetta svona, en þegar þú ert að fara í gegnum þetta ferli, ég svo forritin það að fá svona þetta skýrt, sko, að þú ert þarna að átta það á þú búin að vera stund að kynlíf daglega í einhver tíma með mannininum og það ákvörðun sem þið takið og allt í einu ferð að finna fyrir því að bara kynkvöldin vakin, þessi orka þarna alltaf til staðar eða? Já, akkurat og kannski eitt sem ég gerði það var að ég þarf bara að fá hitta fólk sem kann á þetta eða ég þarf að fá ég vil læra meir þetta og þá tók ég sjálfa mig til samhengi sem ég núna skapar sem námskeiðshald kringum þetta og þar fær man svona smakka til dæmis að prófa og upplifa að það orka í líkamann, eigin orka
sem, lífsorkan, sem svona streymir út frá mann, sem streymir í mann og við höfum áhrif á hver öðrum og við kannski getum stjórna og opna og loka og þetta rosalega falleg bara verkfæri sem mann hefur aldrei verið þjálfað í hvernig mann getur nýtt en mann getur átt ofsalega fallega mætingar með fólk án og meðan mann í öll fötin og ekki einu sinni kemur við hver öðrum svo getur mann upplifa mikið fegur ef mann vör við eigin orka. Og það þá eitthvað sem að þú ert færum þegar þú ert komin í þessa meðvitund þína eigin orku, þá ferð að vera næmari á orku annara og hvernig þú mætir öðrum eins og þú segir. Já. Og er það út frá hjartanu eða kynhvötinni skiptir það máli, getur stilt það af? Já, góð spurning. Ég held saman með öðrum námskeið í energetic orgasm. Já. Svo orku fullnæging sem ég vissi ekki einu sinni að það var til. Og ég óska þess að allir fái að vita að það til fleir en fysiska færing, fysiska fullnæging. Já, akkurat. Orku fullnæging, við viljum læra það. Já, af því það til staðar fyrir öllum og það hægt að læra inn á hvernig mann getur eins og losa það. Já, og það gerum við í raun með að æfa og bæði með sig sjálfan og með hver öðrum í að eins og sirkulera orkan og finna orkan og leyfa orkan og fá að vera frekar en að stoppa alltaf. Og það, það þá nýtt námskeið þarna sem að þú ert með, þar sem að það getur orðið fullnæging bara í þessari orku án þess að það sé snerting og líkanlega örfun. Já, og núna ætla ég að segja eitthvað mjög spennandi sem mér finnst klikkað spennandi. Í hefðbundna hugsunin fysiskt fullnæging. Já, þá það að það þarf að vera eitthvað foreplay, eða ég hef ekki öll orðin á íslensku. Forleikur, og snerting og kossar og alls konar. Já, akkurat það þarf það fyrst og svo kemur toppur og svo þetta farið. Já. Það svona hefðbundna kynlífið. Já, hefðbundna kynlífið og hefðbundna hugsunin hvað kynlíf og hvað fullnæging Hvað fullnæging já. Og það staðreyndin í fysiska fullnægingin. Í orkufullnæging, það bara svo stór brotið að því hún til stað, það hægt að kveikana að þarf engin bara 0 til 100 á no time og svo hún bara stöðug til þú vil hætta vera með hann í gangi. Og líkist hún hefðbundinu fullnægingu? Svona líkanlegri fullnægingu? Hún það hægt að segja stundum hún jafnvel enn meira nautnandi, enn meira meiri nautt, meira nautt, já, og þú getur verið með sjálfan upplifun. Já, þú getur verið með sjálfan þig í þessu og þú getur deilað með einhver annan, þú getur verið í öll fötin eða engin fötin þú vil það, en þú veist, þetta ekki háð neinn annan. Þú getur bara verið að upplifa þetta í þín megin líkama. Já, og það þetta sem við erum að sýna á okkar námskeið, þá erum við sýna hvernig þetta lítur út, hvernig það fer fram og svo erum við að prófa og gera æfingar og allir í fötin. Já. Og það þarf ekki að koma við hver öðrum ef maður vil það ekki. Leiðbundum mig nú aðeins með þetta. Já. Segjum að þú ætlar að kenna mér að fá svona hvað þetta? Hvað kallar þetta? Orkufullnægingu. Já. Og hvað væri það fyrsta sem ég þurfti að læra? Já, þú náttúrulega sérfræðing í svið sem heitir mindfulness líka. Já, svo það að sleppa tökin í raun af hugan viljum við gjarna gera. Já, svo við viljum vera í hugleyslu ástand og við viljum anda, svo við viljum gera alls konar öndunaræfingar sem eins og dregur orkan upp. Þannig þú ert að hreyfa við þessari lífsorku. Já, við tölum breath, sound and movement. Já. Já, svo það svo auðvelt í raun sem að hleyfa líkamann og tala sitt eigið tungumál í raun.
en man þarf að vera kannski í samhengi sem man fær aðstóð og som örrugt og svo framvegis som man getur leifa sig og finna og man verður hissað yfir what, getur maður finna svona má það? Má líða svona rosalega vel, má lappa og vera bara turned on allan tíman. Já. Og er það turned on í þessum hefðbundna skilningi eða er það, nú ég að spyrja út af því að ég hef einhverjar hugmyndir og þú kannski svo inn í þessu að þú áttar ekki á að við sem erum að hlusta á því erum alveg það hljómar út í hött margt verður svona, svona svolítið abstrakt en er þetta ekki spurningin að ná orkunni upp í hjartað og fá þessa orkufullnægingu hér? Jú, og ég ekki heldur, ég vil ekki kalla mig sérfræðing í svo margt heldur, að því fyrir mig svo það bara mjög fullnægjandi heila líkamann með. Já. Það er stundum kallað full body orgasm. Já. En þú getur líka að finna fyrir eins og sendir einhver staðir, hvort sem það á mismunandi stöðum. Þar sem orkan verður meir. Sendir, sem sagt finna á staðinn, kannski orkustöðurnar. Og þú ert að segja, kemur þá, hugsanlega, út ef við þurfum þá að taka þetta sem dæmi, gæti verið að það sé búið að ná orkunni upp í hjartað og svo fer hún þaðan út allan líkamann og þá er það full body orgasm. Við höfum ekki eins og íslenskt orðið við það held ég. Nei, það er eitthvað svoleiðis. Að organ svona eins og exploderar bara út allan líkamann. Og kemur svona eins og taktur. Og eru puls, það er eins og, og sem veldur hreyfingar, kannski er það fólk sem hlustar á þetta sem hefur fundið að líkamann gerir skrýtna hreyfingarstundum og svo vil man ekki að það gerist en þetta viljum við viljum leyfa líkamann hafa sína öldur og sína hreyfingar og fá samþykki fyrir því að því það er það sem organ sem hreyfir sig. Já. Og þetta getur verið í langan tíma eða ekki? Það er talað og það er talað ráðfullnægingar en þetta er rauninu viðvarandi ástand hugsanlega í einhver tíma. Já, akkurat. Hvernig væri þetta þá, þú veist, eins og hérna við þetta borð, gætið þú kveikt á þessari orku hérna? Já, það er kveikt á því. Það er bara kveikt á þessu? Já, ég er bara ekki sýnær. Já, en ég geti sýndir að vera sýnær. Já, þá byrja líkamann að gera og þetta kemur hérna neðan úr rótarstöðinni. Já, akkurat. Og lyftur, þú þarft ekki að gera nema þú bara gefur eftir inn í þetta. Já, akkurat, það er bara svolítið. En þessi orka, hún er nú þegar í gangi í mér. Já. Að því ég hef Þú ert með þetta opið. Já, akkurat, svo hún er svona sirkulæra stöðugt, svo ég er bara alltaf í gangi. Og hvernig líður þér? Já, mér líður svo upptendruð. Upptendruð, já. En ég var líka lár og það er líka töff líf og það er allt mögulegt í gangi, skilur í mínu lífi líka. En það er kannski forréttnilegt að vita hvernig er að vera upptendrar í lífinu því að þú kemst yfir að gera fleiri hluti heldur en flestir og þú ert óhrætt í lífinu, ótrúlega aðdáunarverk hvernig þú lifir lífinu og lætur alla drauma þína rætast og þannig að er það að einhverju leiti út af því að þú ert búin að opna fyrir þessa orku? Já, ég er náttúrulega bara að lifa eins og mér finnst lífið á að vera svo ég bara, þú veist ég veit ekkert annað og það kemur náttúrulega bara frá orkan í minn líkama. En þú ert búin að vinna með ótta og skömm sem hlýtur að vera svolítið stórt. Já, og ég veit ekki ef maður verður einhver tíma búin. Þú veist, það er alltaf lager eða levels eða þú veist, það er alltaf hægt að gramsa meir og lyfta meir. Svo ég held maður verður ekki endanlega klár. Maður klárar þetta ekki, nei, ekki þessa vinnu við sjálfansi. Að það kosturinn með að vinna í sér og greina sjálf hlutir sjálfan sig er að mann er færar að handla
sig sjálfan. Svo þegar ég fer í uppnám, já, þá það fljótari fyrir mig að taka eftir hvað sem að gerast. Svo ég get handla mig skilvirkari, til dæmis. Já. Og ég heyri, þú ert náttúrulega svona auðmjúk og vilt ekkit vera einhvern veginn að, já, gera þig að einhverjum meistara í þessu sem líka bara fallegt og einmitt, já, svona líka til margsum nýja tíma að við vitum að við viljum ekki setja neitt á stall en ég svo forvitin þetta sem að þú kannski einn getur sagt mér. Hvað breytist við það að þú ferð í þessa meðvitund skömmina og óttan, kemst í þessa lífsorku sem að flæðir þig. Hvernig breytir það þér og lífinu þínu? Þetta stóra fallega spurningar. Ég að hugsa, þegar þú segir þetta, þá ég að hugsa módelen sem ég vinn með í framhaldsnámi markþjálfun sem heitir möguleikavíddin. Og andstæðan við möguleikavíddin hræðsluvíddin. Já, og þetta bara einfald módel sem gert til að hugsa. Já, svo allt sem snýða hræðsla fyrir mig, svo ég næstu með ofnæmi, skilur fyrir, núna tala ég mig. Já. Já, svo þegar hlutir kemur úr hræðsla, já, það bara svo óþægileg, ég vil það ekki. Svo ég vil helst í möguleikavídd. Já. Þú þekkir að hafa verið með þennan ótta og það óþægilegt. Já, en ég með ótta líka, alla daga. Já, alla daga. Líka, ég hrædd fyrir allt mögulegt og það ýmislegt sem ég græti yfir og skilur það bara allan tíman. Þú ert bara mannleg áfram. Já, algjörlega, en ég vil ekki lifa þar. Þú veist, ég bara hoppa mig yfir í, þú veist, það virðist vera í þetta líf sem við lifum, þessi duality, eða þessa tvo pólar. Já. Já, sem ég myndi gärna vilja lifa, hræðsluvinnu hverfa. Já. Tökum bara allt sem stríð og vond og tökum það bara í burtu allt, en það virðist ekki vera. Það verður að vera heldur. Já, í þetta jarði líf eins og ég núna, svo virðist vera sem að vera mestari í að lifa með þetta tvenna það sem snýst svo hvað get ég gert fyrir mig til að líða sem best, njóta sem mest, þróast sem mest, að því í mín huga svo mest þróun í vellíðan. Svo þess vegna viljum við brosa, líða vel, að því þar þróun. Já. Og þú setur þetta hérna á svona vogaskálar, að það möguleikavíddin og svo kannski bara óttavíddin hann að hinum megin sem og við þurfum að rækta svolítið þessa möguleikavídd. Það það sem líf mitt snýst það bara að bjóða eins mikið tækifæri ég get í að rækta möguleikavíddin. Já. Algjörlega, það það sem snýst Og það, ég nú stundum hugsa sko ótta sem andstæðuna við kærleika. Því mér finnst alltaf þegar ég fyrir mikið ótta þá lokast hjarta mitt og ég fyrir allir í einhverja kremju. Sammála. Það ekki? Jú, sammála. Kærleikur og möguleikavídd og frelsi og sama dæmi. Já, það hérna á þessari vogaskál sem við viljum rækta. Og við tölum það hérna í kaffið áður en við byrjum að tala saman. Sem svo flott líka að við þurfum við manneskjum, við þurfum að vera duglegir og hoppa okkar yfir sem þýðir þegar við verðum í fílu í einhver, svo sem fyrst í að vera vinir, hann vinnur. Já, þú veist, það sem svo skilnaðir og allt saman, það eins og þú ert og að koma sig yfir í að verða vinir aftur, hvort sem það skilur bara í næsta mann eða mjög mikilvæga aðilega, hvað sem en það sem listin alltaf og það hagur mín af því það ég sem líður illa eða slakar á svo það hagur mín að gera sem best í að verða vin aftur. Já, þú ert að tala svona fyrirgefningu og sátt. Já. Þar sem að
sem þá líka á þessari vogarskál hérna. Já. Sem við þurfum að vera tengt kærleikanum og lausu óttan til þess að geta verið í sátt og vináttu. Já, við þurfum eins og koma okkur sjálf, finna alla leiðir sem hægt að koma okkur þanga og þanga. Þetta eins og ferskleiki. Já, og þetta sem þú ert að gera og það sem þú kennir svona mjög árangurssrík leið til þess að reynsa burtu þessar fyrirstöður sem eru ótti og skömm. Sem er það ekki helsta fyrirstaðan? Kannski kynorkan okkar eða kynlíf náttúrulega eitt af það sem mest niðurbælt og það bara ef við förum þangað þá gerum við töfrar, þú veist. Já, ef við getum opnað það. Já, þá það náttúrulega ekki fyrir ekki sem ýmis stofnanir þú veist, sagt okkur ekki tala um þetta. Þú talaði líka áðan að þú væri svona upplifað þetta sem hluta af einhverju þróun, þannig að við séum kannski að frelsast eitthvað að þessu leiti í nútímanum með það sem áður var. Já, ef frelsunni að lifa meir mínútur á dag í möguleika vidd. Já. Já, svo ef við getum njóta meira og upplifa okkar kynorka meira yfir daginn, briljant. Já. Meira þróun. En þá líka eigum við meiri möguleika á þessu núna 2026 heldur en 1918. Kannski, lífið frekar þægilegt. Við þurfum bara að skrúa frá heitavatnið og það heitt inni og við höfum aldrei frekar þægilegt kringum okkar. Já, það auðveldara. Við erum ekki alveg í grunnþörunum að reyna bara að hafa í okkur og á. Flest þarf ekki berjast fyrir að hafa gríðastað og ofan í sig. Já. En þetta nú samt mjög forn fræði, tantra heimspekin og þessi vinna með orkuna. Þannig að það hafa verið tímabil í mannkynssögunni þar sem að þetta hefur verið fólk hefur verið meira að sinna þessu. Þannig að við erum kannski bara búin að vera í langan tíma, allavega hérna á Vesturlöndum, bundin í þennan klafa. Þú veist, það að mennta sig, vera klár, vinna með allt í haustnum en lítið í líkamannum. Já, kannski snýst það líka kynlíf náttúrulega það sem við fær okkar ný börn. Þú veist, það ein hlut. Já, en svo þegar það kafli búið, þá náttúrulega þetta bara fjarsjóður til vellíðan. Já. Já, og kannski það fallega að það virðist vera sem að líða betur bara mjög góð fjárfesting í eigið líf. Lífi, heilsu og allt mögulegt. Já, akkurat. Já, við erum nú ekkert að fara út í það, hann oft talaði með mitt þessar orkustíplur valdi sjúkdómum, þannig að við vitum líka að þetta þá kannski til þess að auka bæði heilbrigði og hamingju. Já, þess vegna segi ég meira kynorka og opna fyrir eigin kynorka, þá er man ekki veik. Nákvæmlega. Skilur það, að því það orkan stiplast ekki. Já, svo það er heilbrigt að stunda kynlíf. En kemur við veg fyrir þetta hefðbundna líkamlega kynlífs þar sem við erum að fá svona blissfullnæðingar? Nei, bara alls ekki að koma við hvoröðrum og vera saman og finna leið. En kannski þurfum við þroskast þar líka í að læra inn á hvað virkilega eitthvað sem ég vil gerist með mér og ekki. Svo kannski þurfum við svona hækka samskipta samkomulagið millin okkar líka, svo við byrjum að segja, viltu gera aðeins hægar, viltu gera aðeins meir til vinstri og hafa samskipti svo að við getum viðhalda falleg samlíf. Já. Svo það ekki bara production of babies, heldur snýst að eins og marinera sig, skilur, og lifa og vera fallega saman. Já. Þannig að þetta gott fyrir sambönd. Já, algjörlega. Algjörlega. Nánd
þetta náttúrulega fyndið, man verður ástfangin einhver, giftist, eignast börn og svo á allt bara að virka. Já. Já, en í raun svo áttur við náttúrulega ýmis upprifjun hvernig okkar samskipti, hvernig erum við í nánd, gera æfingar og prófa og tala og það býður líka örugglega upp á ennþá meiri upplifanir með kynorkuna ef að fólk að leika sér saman. Já, ég meina, það náttúrulega bara rosalega fallegt að hafa samleik með hver öðrum og kannski þetta það sem lífið snýst að búa sér til vettvang þar sem man getur leika sér saman. Já. Við komumst nú ekki lengra með þetta. Ég sé að við getum talað þetta líklega endalaust en þetta er ótrúlega áhugavert og við erum ekki eins og búin að tala kinky hlutan og allt hitt sem en allavega takk fyrir bili Matthilda og ég er mjög áhugasöm að heyra í þér aftur með þetta og við ætlum að láta duga í dag og bara vona að þið séu í möguleikavítinni og njóti dagsins. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Einn af þáttum Gunnars Smára á Samstöðinni sem mjög saknað vegna hans forfalla þessar vikurnar klassikinn Rokkar. Það var þáttur þar sem hann naut aðstoðar ungs tónlistarfólks og fékk gesti úr öllum áttum. Ég ætla nú ekki að reyna að fara í föt Gunnars Smára, enda getur það enginn, en einn í fasta áhöfn klassikinn okkar, Rokkar, fellst á að koma hingað til okkar og lýsa upplifun af tónleikum Sinfóníuhljómsveitarinnar helgina í Hörpu. Og svo vel vill einnig til að einn af ungu einleikurunum á tónleikunum líka komin hingað að rauða borðinu. Vert þú velkomin Halldóra Ósk Helgadóttir sópran. Takk kærlega fyrir. Þú varst að slá í gegn, skils mér, í Hörpu helgina. Já, það var, maður reyndi sitt besta. Já. Það var ótrúlega gaman. Já, og þar voruð þið sem sagt 4 ungir einleikarar og þú ætlar að segja mig frá því hvernig það var að stíga þarna á sviðið og svo ætla ég að kynna dóttur mína, Sól Björnsdóttur. Sól, þú varst þarna með henni Sóleiu, Smáradóttur, í klassikinn Rokkar þegar við gert allmarga þætti. Og þú sem sagt tónleikagestur, þú fórst á tónleikana, þannig að þú getur sagt hlustendum og áhorfendum hvernig þér fannst. Einmitt, frábært. Velkomnar báðar. Ef að byrja aðeins á því, Halldóra Ósk, á þeirri litlu spurningu, hvað þarf til þess að vera orðin, fá þetta mikla tækifæri að vera einhvers konar rödd ársins, einleikari, fá þennan plattform, þetta svið. Var þetta bara svona eins og að smella fingrum eða þetta blóðsviti og tár í samblandi gleðina? Sko, kannski bara svona blanda á báðu. Ég meina, það náttúrulega, maður með nám á bakinu. Já. Og maður búin að leggja mikla vinnu í þetta allt saman og en svo þetta líka alltaf bara einmitt að vera rétt manneska á réttum tíma á réttum stað, sko. Já. Einhvern veginn svona, þarf bara að smell passa og já, ég meina, bara ótrúlega heppni líka sem þarf til þess að lenda einhverju svona, sko. Kemur þú úr menningar fjölskyldu þar sem bara óperusöngkonur aldir aftur í tíman? Nei, bara ekki neitt, sko. Ég alin upp af leikskólakennara og rafvirkja en einmitt endaði sem unglingur í kór hjá Jóni Stefánsinni í Langholtskirkju og það var bara mín mesta lukka, sko. Að hann plataði mig til þess að fara í söngtíma til Hörpu Harðardóttur sem að ég prófaði. Ég var á kafi í dansi á þessum tíma og ætlaði bara að vera dansari. En svo, var ég svo heppin að hitta þau og þau leiddu mig síðan út í heim þar sem ég fór í nám. Jón Stefánsson, þinn örlaga valdur. Já. Hvað varstu gömul þegar hann uppgötvaði þig? Ég byrjaði í kórnum 15 ára
og svo það svona, þegar ég 17 ára, þá fer ég svolítið að mæta reglulega í söngtíma og svona áhugin fer að, sem sagt, fer að stækka og svona, En þú varst ekki sem barn syngjandi eða eitthvað svoleiðis? Já, ekkert eitthvað þannig, kannski ekkert meira heldur en aðrir krakkar, bara svona eins og maður gerir, eitthvað að raula og ég dansaði nú svolítið mikið, víst, við einhverja plötu eftir Dittu, þar sem hún var að syngja, en bara svona, eins og gengur að gerist, sko. En hvað með tónlistarsmekkin, af því að nú ert þú við nám í háskóla út í Þýskalandi, var hann einhverju leyti frábrugðinn jafnöldrum þínum þegar þú varst yngri eða? Nei, voða lítið. Ég kom svolítið inn í óperuheiminn og vissi voða lítið þetta, sko. Og svo einhvern veginn kemur þetta bara með tímanum að því meira sem maður syngur og því meira sem maður mætir á tónleikar, því stærra verður bókasafnið sem maður þekkir af klassískum verkum, sko. Þetta kemur. Við Sól, okkur langar að vita meira það sem þú ert að gera, en áður en lengra haldið, þá kannski bara vindum okkur í framistöðu þína og ykkar þarna á þessum tónleikum og þú kannski tekur það bara við Sól, við erum svo sagt, þetta voru 4 ungir einleikarar, Halldóra Ósk Helgadóttir sem hér Lilja Hákonardóttir á flautu, Matthildur Traustadóttir á fiðlu og Marianne Reni á píano, sem sagt allt saman stelpur, allt saman ungar konur. Engir kallar þarna. Nei, það flottast. Erum við alveg að taka sinnuna bara yfir? Já, svo virðist vera, sko. En Sól? Nei, það var mjög gaman að sjá svona flottar ungar konur. Ég fann bara svo mikið sjálfstraust og svo mikið gleði í framistöðinni og bara þetta var svo ótrúlega hái stigi, þetta var svo professional stigi að ég bara gæðin og bara, þú veist, bara allt einhvern veginn. Mér finnst efnisskráin mjög vel röðu upp, ég var að mynda að spyrja það áðan hvort að þið fengið að velja hvar þið væri í röðinni. En mér fannst þú veist, þetta voru allt mjög flott verk, mér finnst líka gaman, þú veist, þetta var allt konsertar, ef ég mann rétt, og síðan voru 4 ólík verk af ólíkum tónskáldum sem þú varst nefnilega að syngja og mér finnst það mjög gaman svona fá síðan svona eftir að heyra, þú veist, konserta þar sem þetta allt svona mjög svona í heildinni, svona mjög svona ekki líkt en bara maður fær, þú veist, tilfinninguna á því. Mér finnst mjög gaman að sjá, þú veist, svona ólík verk. En síðasta verkið eða sönglagið sem þú söngst, þannig að Glitter and Be Gay, eftir Bernstein, hvað, maður langar aðeins að vita, þú veist, Glitter and Be Gay, vistu eitthvað kontekst af þessu nafni? Já, hún náttúrulega, sko, þegar að þessari aríu kemur í verkinu hún á lágpunkti lífsins. Það nýbúið að, sem sagt, ræna henni frá fjölskyldu sinni og hún þannig í París og í rauninni, allir fallega orðið yfir að segja ekki hirðmey, eða þú veist, fær litla að ráða yfir eigin lífi og hún einmitt svona að reyna að, hvað segir maður, hylja þessa sorg sem hún að díla við með þessum svona stælum, eða þannig. Að þetta bara svona Glitter and Be Gay og hún þarf bara að halda áfram og bara einmitt taka við þessum skartgripum og reyna þannig að bæla niður allar þessar vondu tilfinningar sem hún kann ekki kannski alveg að vinna úr. Já, ég nefnilega hlusta. Glitra sig út úr skuggunum. Já, akkurat. Já, ég hlusta á öll verkin áður en að tónleikarnir, 2 dögum fyrir tónleikana og að hlusta á þetta var bara svo ólíkt því að fá að hlusta, þú veist, í salnum, þú veist, og sjá þetta bara live. Mér finnst þetta svo gaman líka að sjá allar hreyfingarnar og bara, maður fekk svo einhvern veginn og að þetta var náttúrulega á ensku. Var ekki allt hitt á þýsku? Fyrsta arían var á ítölsku, eða fyrstu 2 voru á ítölsku, svo var ein á þýsku og svo var þessi á ensku. Þannig að mér finnst líka gaman að þetta var á ensku og maður svona fann mikið fyrir, Þannig að þú varst rosa hrifin? Já, mjög hrifin. Það eina sem ég var að segja bara vá. Þú veist, þetta var bara, og ég svo glöð að sinfóníuhljómsveitin, þú veist, hún alveg leggur hart að sér eða þú veist, með unga einleikara og stjórnanda námskeiðið
tónleikarnir. Já. Við mættum á þá. Já, í vetur, já. Þeir gefa ungu fólki kost á að stýra hljómsveitinni. Einmitt, já. Það er mjög flott. Mér finnst þetta mjög flott og vel gert hjá sinfóníuhljómsveitinni, sko. Já. Og sko þín efnisgrá, hún er sem sagt Mozart og hvað það er Bernstein eins og þið fóruð yfir. Akkurat. Og hvað fleira? Svo Puccini, valsmúsettu úr La Bohème. Já. Og svo var óperettu aria eftir Franz Lehár úr sem sagt óperennu Der Tsarevich. Já, eða óperettunni. Já. Og hvernig kom þetta tækifæri upp í hendurnar á þér? Var þetta samkeppni, söngvara? Já, þetta sem sagt, þessi tónleikar eru sem sagt uppskýru hátíð keppninar, ungir einleikarar. Það sem maður sem sagt sækir og maður sendir inn upptökur og svo er boðið sem sagt í annað ránd, bara ákveðin fjöldi sem að kemst áfram og þá þarf maður að mæta og syngja í eigin persónu eða spila. Og svo eru valdnir 4 sigurvegarar sem að fá þá að koma fram með sinfoníinu. Er þetta svo kallað blind audition? Nei, þetta er allt mjög sýnilegt. Já, þetta er sýnilegt. Já, bara myndbönd. Já, þetta eru myndbönd. Já, svo í ein persónu. Já. Og var þetta fyrir þig, kom þetta þér óvart að þú skildir vera, getum við sagt að þú hefur verið valin rödd ársins? Já, ég var reyndar valin rödd ársins daginn, ég keppti í annarri söngkeppni. Nú í annarri söngkeppni? Já, í Kópavogi sem heitir Vox Domini. Það var í mars, það var mjög tilviljanakennt, sko, ég var bara á landinu og því að ég er að syngja í óperunni Sæmundur Fróða í Tjarnarbíói eftir Þórunni Guðmundsdóttur. Já. Og svona, hafði ekkert að gera á milli æfinga, þannig að ég ákvað bara að læra nýja aríu og pröfukeirana og já, var það heppinn að vinna fyrsta sæti í rödd ársins og áhorfendaverðlaun sem var mikill heiður, sko. Frábært, en það er sérst algjörlega aðskilið þessum árangri. Já, jú, en auðvitað kom þetta manna óvart af því að einmitt það er líka, þú veist, eitt að keppa bara við aðra söngvarar, annað að keppa við hljóðfæraleikara. Af því þetta er svolítið aðskilið, svona aðskilin fög. Já. Hljóðfæraleikur og söngur, sko. Já, en bara þessi hugmynd að keppa. Já. Tókstu snemma þátt í einhverjum svona keppnum? Nei, þetta er eiginlega, ég er svona bara að hita upp núna. Þú ert bara að hita upp núna? Já. Ég er svona ákvað að gefa mig bara tíma í að einhvern veginn finna stabíla tækni og finna stað þar sem að mér rallega líður vel og það tók mér smá tíma, ég var einhvern veginn smá tíma að finna hæðina og svona finna út í hvernig röddum ég virkar og svo allt í hennu fekk ég bara svona ok, þetta er árið þar sem að ég ætla bara að sækja allt og það hefur bara gengið vel hingað til, sko. Veit. Já. Finnst þér ekki gaman að hlusta á hana? Jú, mjög. Af því að Sól þekkir aðeins þessa veröld að byrja svona að taka þátt í einhverjum keppnum. Já, það er skrítið af því að þetta er svo persónulegt starf en á sama tíma þarf maður einhvern veginn að aðskilja sjálfa sig frá vörunni sem maður er að selja í rauninni. Eða þannig, af því að þú veist, maður fær já og maður fær nei og maður þarf einhvern veginn alltaf að muna að þetta er svo lítið persónulegt. Þú ert í rauninni bara að selja eitthvað og svo fær fólk að ákveða hvort það vilja kaupa það eða ekki, sko. En er ekki svona, sko, er ekki bara svona í þinni kreðsu, þú ert í menntaskólanum í tónlist á framhaldsstigi á píanó, er ekki bara ólíkt viðhorf meðal þinna vina til dæmis þess hvort krakkar, ungt fólk eigi að taka þátt í samkeppnum? Er ekki bara ólíkt eftir fólki? Jú, það er mjög ólíkt. Jú. Já. Það svona, hefur bæði svona kosti og galla? Jú, já. Og ég held að fara líka bara eftir einstaklingum. Já, persónuleikum. Þú veist, já, persónuleikum og bara ég vil ekki segja getu eða þú veist, en bara, já. En Halldóra, er það þannig fyrir klassískt menntað tónlistafólk, ungt fólk, sem ætla sér að reyna að komast í veröld atvinnumannsins? Já. Er það þannig að þetta verður alltaf hluti af þínum frama að þú þurfir að taka inntökupróf, þú þurfir að fara í pröfur hér og þar? Er það þannig sem að giggin verða til? Já, það er það og svo svona að networka. Að networka, í rauninni, að vera bara óhræddur við að segja bara hæ, hér er ég. Já, en þetta er alltaf partur af þessu einmitt að, já,
syngja fyrir, fara í áheyrnarprufur sem bara, pínu svo atvinnuviðtal og svona maður venst því hægt og rólega sko en þetta alltaf partur á þessu. Hvernig tekst þér að beisla spennustigið þannig að þú sért með hæfilegt magna af adrenalíni í blóðinu og hæfilega spennt til þess að ná að toppa þegar skiptir mestu máli? Já, þetta er kunst. Þetta er eitthvað sem ég þurfti að læra og tók alveg sinn tíma og einmitt, við spjallum aðeins um það áðan að ég er með smá rútínu að borða banana 15 mínútum áður en ég fer á svið og það virkar mjög vel en svo einmitt sko ég þurfti bara pína að læra að gera adrenalínið að vinum mínum af því að þegar maður finnur þetta í fyrsta skipti er þetta alveg pína ókvæðileg tilfinning, það er mikið undir og líkaminn er tilbúin til þess að takast á við eitthvað og maður svona einmitt vill miskila það eitthvað svona þú veist, hraður hjartsláttur, mikil orka en svo einmitt lærir maður bara að þetta er bara til þess að hjálpa manni. Hvernig kom Halldóra þér fyrir sjónir á sviðinu? Virkaði hún róleg mjög á róleg. Yfir höfuð? Það ég bara og þú veist þið allar þetta eins og ég segi ég hafði giskað þetta að þið eruð bara á professionalstígi þú veist og mér fannst þú varstu stressu eða þú veist sko maður hlýtur að vera stressaður sko að vissu leyti ég held að ég persónulega hafi verið búin að taka stressu út vikunni fyrir af því að ég fekk streptokokka og þá voru nokkri dagar þar sem ég hugsaði bara ég þarf bara að aflýsa og þá upplifði maður svo mikið stress sko að maður var eiginlega bara búin með pakkan þegar síðan kom að þessu. Það hefði náttúrulega verið hræðilegt fá svona stórt tækifæri það var svolítið hrikalegt sko en bara því glaður er maður að hafa tekist að gera þetta sko og jú, það er alveg svona meðist alltaf fyrsta æfingin verst sko. Fyrstu margar æfingar? Já, við byrjum á einni æfingu með þess að píanista og hljómsveitarstjóra. Það sem við vorum þá bara að ræða, þú veist, hvar þurfum að vera í kontakt, hvar getur maður bara svona aðeins leikið sér og svo daginn eftir var fyrsta æfingu með hljómsveit, svo voru 2 æfingar viðbót, sem sagt, Og hvernig leiði nú þú varst komið með heila sinfóníu hljómsveit? Besta tilfinningi heimi. Það ekki? Það er fárólega skemmtilegt. Hvað voru margir hljóðfæraleikara með þér, manstu það? Ég veit það ekki. 30-40? Jú, eitthvað svoleiðis sko. Geggjað. Já, það er alveg. Fékkstu gæsahúð á einhverjum tímapunkti og bara... Nei, ég held að einbyttingin hafi verið aðeins svo há fyrir það sko. Að maður fer bara í svona són. En myndirðu segja okkur satt í fyllstu einlægni ef við myndirðu spyrja toppaður þig þegar reið á, varstu best akkurat á tónleikunum eða varstu betur á æfingunum á undan? Já, herðu, nei, ég held að ég hafi ángríns bara mér tókst best til á tónleikunum. Já, bara það er einmitt, adrenalínið hjálpar. Já. Og hefur þú oft upplifað það áður að þegar skiptir mestu máli að þá sérstu sterkust? Það bara fer svo mikið eftir dagsforminu. Það er bara stundum er það þannig og stundum labba maður út og er bara langar aldrei að hugsa þetta aftur. Þannig að þú er líka gengið djúpa dali þegar Já. Það er hluti af þessu. Já, algjörlega. Það er það og einmitt, þú veist, líka með röddina þetta er svo, þú veist, þetta er bara líkaminn maður er ekkert að spila á fiðlu sem maður getur bara stilt og sem er náttúrulega líka samt algjör kunst, sko. En einmitt að þú veist, þegar maður er slappur í þú veist, líkaminn með öndunin vantar upp á hana þá fer röddin með, sko. Já. Eitt sem ég get ekki beint ímyndað mér er að þú veist að því þegar ég spila píanói þá er ég bara að horfa á það. Já, einmitt. En þú veist, og ég hef meira þess að pælt, þú veist, í flautuleikurum, hvert horfa þeir, en söngvarar, ég skil ekki, nei. Já. Segðu okkur aðeins af því. Já, finnst þú? Sér maður eitthvað á meðan maður er að syngja? Er þetta autofókus eða hvernig er þetta? Sko, mér finnst þetta meira að vera bara svona algjör fókus. Algjör fókus. Að maður svona, já, og það er náttúrulega líka svo mikið leiklist í þessu. Að eins og nú er ég í mastersnámi í óperusöng. Að helmingurinn af því námi er bara leiklist. Að maður fer í tíma sem maður vinnur með leikstur og píanista og er bara að læra hvernig maður einmitt fókusirar arjum, hver er sagan sem maður er að segja og að þú veist, þó maður sé einmitt að syngja á ítölsku þar sem maður þarf bara að þýða textana að vita samt hvað maður er að segja og að varpa því, að því mér finnst það líka maður finnur það oft hjá söngurum
hvort að, þú veist, þeir séu bara að syngja fallega eða hvort að þeir séu að segja eitthvað. Einmitt. Þetta er svo áhugavert. Þetta er svo mikill galdur. Já. Að það er svo margt að gerast. Það bæði svo mikill undirbúningur og svo, manni finnst þetta alltaf svo brotætt, þetta er svo viðkvæmt og það einmitt að koma sér upp tækni til þess að það hætti að vera brotætt og viðkvæmt að bara það sé að þið vitið bara báðar að þið munið alltaf ná svona lélegasta prósentan 85%. Akkurat. Er það ekki einhvern veginn þannig? Jú, algjörlega. Og þegar þið farið í sko 98 þá bara það eru rosalega góði dagar. Já. En sko ef við ræðum aðeins framstöðu þarna hinna ungmennina, Matthildar Traustadóttur, Marianne Renni á píano, Matthildur semst á fiðlu, Marianne Renni á píano og Lilju Hákonardóttur á flautu. Ég veit að þú varst bara í þínu. Þú varst að hita upp og bara hausinn allur á þínu. En hvað hefur þú svona að segja okkur um hinn atriðin, Sól? Þetta var, flautuleikarinn, hún var fyrst. Mér fannst konsertin mjög skemmtilegur. Hérna Jacques Ibert, ég vona að ég segja fyrir þetta fram rétt. En hérna, ég hef ekki hlustað á hann. Mér fannst hann... Jacques Ibert? Jacques Ibert. Mögulega. Já, en... Já, þú veist, og þetta var geggjað konsert og það var mjög mikill svona, ég veit ekki, hún túlkaði þetta mjög vel. En þess að, þú veist, mér hefur ekki fundist þverflauta alls ekki takmarka hljóðfæri, en mér finnst stundum pæli í því, hvernig getur maður fundið, þú veist, fyrir styrkleikabreitingunum og blæbreiðunum, en ég fann það svo mikið, þú veist, náttúrulega líka bara í þessum stórkostlega sal og þessum flottu hljóðvistum með þeim, en og hún túlkaði þetta mjög vel og þetta var bara æðislegt og snert þína hjartans strengi. Já, og þetta var æðislegt hjá henni, sko. Og góð byrjun á tónleikunum. Og síðan Matthildur Traustadóttir líka bara. Fiðluleikarinn. Já, ég fann svo mikið sjálfstraust í, þú veist, hennar flutning, alltaf bara í öllum. En það, þú veist, þetta var ótrúlega vel túlkað hjá henni líka. Tæknin hennar var bara mjög góð. Fannst mér, ég náttúrulega veit ekki það samt. Já, ég mitt heyrði að það hefði hljómastundum eins og að væri að spila á 3 fiðlur í einu. Já. Veistu hverju hafa verið hennar kennarar? Nokkuð? Nei. Til miður ekki. Okkur vantar meiri upplýsingar hérna. En það er alveg magnað, sko. Eru þið öll, á hvað aldri eru þið? En ég held að ég hef verið langa elst. Hvað er þú gömul? Ég er 29 ára, var 29 ára daginn. Og svo yngstið þarna er? Marianne, hún er 21 árs, held ég. En þið eru öll náttúrulega ungt fólk. Já, svona, maður er að segja þess að snúningi. Við erum unga einleikara. En þú ert að spá í óperusöng. Já. Og það maður ekki aldur og þroska til þess að vera óperudífa. Jú, og það fer líka bara algjörlega eftir raddfægi að einmitt, nú er ég svona lýriskur koloratúrsópran og þá þarf maður bara einmitt smá tíma til þess að vaksa inn í röddina og akkurat byrjar seinna að syngja heldur að maður byrjar að spila hljóðfæri, þannig að einmitt, og líka með þarf að þroskast og röddin með. Ég var ekki sagt að það hafi takmarkaðan tilgang að læra söng fyrir 14-15 ára aldur. Jú, í rauninni, ég meina að þú getur alltaf farið í svona klassíska tíma og lært bara heilbriða röddbendingu að þú ert ekki ná að varpa röddinni yfir hljómsveit á þeim aldri, sko, og á ekkert að gera það fyrir maður er orðin aðeins fullorðnari. En þú sem sagt þá flaugst bara heim frá Berlín til þess að taka þátt í keppninni sem úrskurðaði hvaða 4 einleikarar fengið þetta tækifæri. Já, ég einmitt kom heim jólin og flaug svo aftur út til þess að syngja eina sýningu í óperunni í Leipzig og flaug svo aftur heim bara daginn eftir og söng hér í ungum einleikarum. Og þú ert að hlaða á því viðurkenningum samanber þetta með Rödd ársins núna og það er svona gjöfull kapli í þínu lífi. Já, það er búið að ganga bara furðulega vel og búið að vera ótrúlega gaman. Ertu komið umboðsmann? Nei, það er svona næst á dagskrá, sko. Maður er svona að sanka að sér einmitt viðurkenningum og svona störfum og svo kemur að því. Var tungumálið engin brekka þegar þú fórst til Leipzig að læra á sín tíma? Jú, heldur betur. Ég
Ég talaði varla stakt orði þýsku, sko. Nei. Svo mætti ég fyrsta tíman í bachelornáminu og þá var það ítölsku tími á þýsku. Já. Og maður sat þar inni bara, já. En svo einmitt, svo bara horfði maður á okkar raunveruleika sjónvarp og lærði þannig. Bara, já. Wow, bara literally. Já, bara Germany's text top model. Já, ok. Já. Er rétt að það sé svolítið snúnara fyrir tónlistarnemendur frá Íslandi að velja sér skóla núna samanber til dæmis að London eða Bretland sé aðeins lokar en áður út af Brexit og Bandaríkin síður fýsileg út af er alltaf hreyfing á þessu landslagi hvert Íslendingarnir fara eða? Já, við erum eins og kýrnar. Við bara söfnum saman á sömu stöðum, allavega söngvararnir, sko. Já. Að einmitt fyrir nokkrum árum það voru ótrúlega margir Íslendingar í Vín að læra óperusöng, sko. Okay. Og fyrir svona 4 árum þá vorum við alveg uppi 15 Íslendingar í Leipzig. No. Að já. Og ég meina, mér finnst allavega mest aðlaðandi sko starfsumhverfi í Þýskalandi því að það er bara mest að gera þar. Já. Það er líka ódýrt að læra. Á meðan að í London og í Bandaríkjunum er þetta náttúrulega dýr skólagjöld. Mjög. Já. Og ekki síst eftir Brexit í London, sko. Akkurat. Já. Akkurat. Einmitt. En en fyrir geðusól mín, ég held ég hafi gleymt að spyrja þig áður en ég fór yfir í aðra sálma út í, sko, píanóleikaran. Já, auðvitað. Hvernig stóð Marianne sig? Mjög vel. Já. Mjög góður innblástur fyrir mig náttúrulega. Ég bara og görsfunni sig konsert líka. Ég var að hætta að tala verkin og kannski meira en einleikarana en þetta var í alveg tala geggjaði konsert. Ég hlusta mjög mikið á hann. Hún stóð sér frábærlega. Mér fannst mjög gaman að hlusta á hana og ég dáðist mjög mikið að henni. Og líka, þú veist, eftir tónleikana þá er ég bara eitthvað, þú veist, að spjalla með vinum mínum, tónlistarfólk sem sagt, á mínum aldri. Þannig að það hafa verið fleiri ungir gestir í salnum en þú. Það er gott að vita það. Mjög gott. Og við vorum bara, vá, vegna þess að, þú veist, þetta hvað er hún? Hún er ábyggilega 6 árum eldri, þú veist, og við erum bara, það er svona stutt í að maður geti, þú veist, en að ná þessu, þú veist, leveli. Og mér finnst þetta svo ótrúlega. Já, þú er virkað eigið ímyndunarafl og hugsað, já, eftir 5 eða 6 ár þá get ég verið þetta er svo stutt, sko. Mér finnst það. Og ég meina, hún er náttúrulega bara brjála góð, þú veist. En þroskin, þú veist, maður svo mikið, ótrúlega mikið sjálfstress að þroska hennar flutning, þannig, já. Ég kíkti á YouTube myndbönd af henni yngri. Mér sýnist að hún sé sko finnsk upprunalega og læri svo Ísafirði. Já. Sem er magnað, sko. Já, það er svo blómlegt menningarlíf á Ísafirði. Það er alveg. Þetta snýst svo mikið stundum einhverja frábæra erlenda kennara sem að búa á einhverjum fengi stöðum út á landi og þar verður til rosa efni við þér. Já. Er það ekki eitthvað þannig sem hefur verið á ferðinni þarna? Jú, mér sýnist það, sko. Ég er alltaf að kynnast einhverju nýju fólki og nýju tónlistafólki og leikhúsfólki og það er allt frá Ísafirði. Já, það ekki? Jú, það er eitthvað í vatninu þarna, sko. Já, þetta er eins og Sól, sko. Hún það er pólsk kona sem er hennar kennari fyrir norðan. Við byggum sérst á Akureyri. Já. Og maður spyr sig, var það tilviljun að hún var pólsk, svona, dalti mikinn aga? Já, samt mjög góðan balans á aga og ást. Já, mikla ást líka, áhuga, en það var þessi ægi. Já, það er það. Sem þú hefur væntanlega þurft að kynnast þokkalega. Já, ég var líka bara heppin að fá hann úr ballettinum, sko. Já. Þar lærir maður líka mikinn aga og tekur hann svolítið með sér í þetta. Já, ég trúi því. En sem sagt, hvergi veikur blettur á þessum tónleikum, Sól? Ekki mínum á þið. Og eins og þú nefndir í upphafi bara svona mikil hvatning fyrir þig sem og ykkur, unga tónlistafólki sem fóru þarna saman vinirnir að sjá þennan hóp fá þetta tækifæri. Og allt saman konur, allt saman ungar konur. Hlýtur að valdefla þig sem listamann. Þetta? Og konur. Já. Einmitt.
Heyrðu, það Halldóra búið að vera mjög ánægilegt að fá þig hér í heimsókn. Sömuleiðis, bara takk fyrir mig. Já, takk kærlega. Og þetta var svona tilraun sem að eins og ég nefndi hérna í inngangnum að við erum kannski að svona varfærnislega að reyna að fylla upp í skörð sem hafa orðið í okkar dagskrá. Þegar okkar besti maður hér, Gunnar Smári Egilsson, Nestor í músík sem á mörgu öðru illu heilli forfallaður í einhver tíma. En kæra Sól, það var líka mjög ánægilegt að fá þig hér að Rauða borðinu. Takk fyrir mig. Kæra þakkir fyrir þitt framlag og það var frábært að ég geti skroppið austur í Mývatnssveit og þú geti verið augum mín og eyru. Það þægilegt frá. Sér búin að vera krítiker Þetta hefur eflaust verið mögnuð stund og það sem frábært fyrir okkur sem mistum af að við munum eiga kost á að njóta þessara tónleika síðar, ekki sant? Jú. Það á RÚV eða? Það á RÚV? Já, þeim verður útvarpað 7. eða 7. maí, hvor 5. dagur. Ok. Það hérna því að þá falla niður sem sagt symfóníutónleikar 7. maí verður þeim útvarpað á RÚV. Já, býtum við, það ekki bara þá annan 5. dag frá því sem hún Jú. Já, bara eftir örfáa dag. Já. Aldeilis gaman, þá ætla ég að hlusta þig. Já. Og það verður gaman að fylgjast með þínu ferli. Já, takk fyrir. Og ég óska góðs gengis og næstu og lítur við hérna á landinu endilega gefa okkur vink og láta okkur vita því að þú ert að vinna einhverja nýja sigra. Já. Aldrei að vita nema við sjáumst aftur í öðrum þætti. Já, bara gaman. Kæra þakkir, báðar tvær fyrir komuna. Og kæra þakkir til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Við förum að segja þetta gott. Ég vil þakka líka öllum viðmælendum kvöldsins, tæknifólkinu okkar og velgjörðarmönnum samstöðarinnar, ekki síst ykkur sem greiðið mánaðarlega áskrift eða styrktarframlag. Það hægðarleikur fyrir þig að kippa því í liðin eða þú hefur oft velt því fyrir þér að þið langi að styrkja samstöðuna fjárhagslega en hefur ekki komið í verk. Hægðarleikur að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og finna þar hnapp þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2.750 krónur getur þú orðið bakhjarl samstöðarinnar og stuðlað að því að samstöðin haldi áfram að búa til efni eins og þetta. Aðgengilegt efni klassíska tónlist og ungt tónlistarfólk. Ég vil líka minna á það að við erum í útvarpinu 89,1. Þú getur verið hvar sem út á landi og fylgst með okkur á appi. Þú getur fylgst með okkur á Facebook, þú getur skoðað myndböndin okkur á YouTube og við erum rás á símanum númer 5. Þannig að og fyrir þau ykkar sem að njótið efnis samstöðurinnar þá hvet ég ykkur endilega til þess að deila því efni sem að ykkur finnst áhugavert á félagsmiðlum. Við þurfum einhvern veginn að gera þetta saman því bjargir okkar til þess að kynna okkur eða auglýsa eru mjög litlar. En með þínum stuðningi höldum við velli og þroskumst frá deildags. Þetta gott í kvöld, ég heiti Björn Þorláksson, sjáumst aftur á morgun, verið sæl.